En hvernig ert þú í golfi? Gæti verið betri. Ég er með 11 í fórgjöf. Eins og ég? Já, ég er enda með 10,5 núna. Já, aðeins betri en það. Ég tók skjáskot af hérna núna því ég er aðeins betri en Kalli. Er það? Já. Það gaman að sé svona hörð keppni ykkur á milli. Já, þú veist, það bara allt í einu, þú veist, það var tímabundið. En ykkur báðum alveg sama hvort þið vinnið ekki, þannig að það er kannski ekki aðalatriði. Nei, ég myndi halda þessi bara... Heldur að það er engin keppni sem er fjölskylda? Nei, það er aldrei keppni. Þetta er alltaf gaman. Það er svo mikið stemning að við gleymdum að bjóða gestunum upp á pizza. Það er pizza í boði Dominos ef þú vilt frammi. Já. Eins og ég segi, að panta pizzu frá Dominos, vera bara jafnvel opnið kaldan eða Gambino. Wow. Þú verður nú að sýna fólki þetta hérna. Herri, já. Það var ekkert eðlilega gott. Við Leifur misti hökun í gólfið á. Það er sem sagt megavika og ekki nóg með það að það er megavika. Allar pítsur á 1690. Þá leysa þær allar út með endurskinsmerkjum. Vel lýst þér inn í svartnætti. Það er að koma myrkur. Já, ég bara aldrei sé manni allt þetta. Mjög flott. Já, þetta er megakallinn hérna. Já, það er ekki laust að ég setja bara á mig. En þetta er mjög flott og talandi gjafuru, þá eru mótíf með okkur og með þessar forlátu húfur hérna. Sko án þess að spoila gestinum strax, að þá ætla ég samt að segja sko að ég vona að hún er að fara í kappæðarinn á föstudaginn. Rétt. Ég yrði bara fyrir miklum vonbrigðum ef hún myndi ekki láta sjá sig með þessa á föstudagskvöldi. Ég yrði mjög hissa aftur á móti. Já, jafnvel með endurskinsmerki líka. Já, bara megakalli. En svo erum við með Kemi með virkilega góðan klussa og varahluti bíla. Ég þarf alltaf að minnast á það að bíllinn minn Fieras er vel græður fyrir veturinn. Kom með klussa, rúðupiss, allan pakkan. Möntaði frostlegu morgun, gunnaðunga. Já, besta afgjörsla bara sem ég fengi líka. Útrúlega þjónusta sko. Talandi þjónustu. Bara rétt að minnast á hreyfil áður en við byrjum. Hérna í AH höllinni. Já, ég náttúrulega tek hreyfil sko of oft í viku sko. Er ekki hægt að taka hann of oft sko, en já, bara frá og þetta app bara game changer. Ég var rétt helgina, ég kem kannski betur inn á það eftir, en ég hugsaði bara hvað væri næs ef að hreyfill kæmi upp á fjall, en svo veist ekki sko. En það er held ég ekki eftir neina bíða. Ég ætla að segja eitt á hana bílinn. Af því að við höfum verið að fá sneiðar. Jú, við höfum fengið sneiðar. Þátt og ég ætla bara aðeins að... En ég hef gaman af því að þá er fólk sko... Já, skiptir þetta skoðanir, já, máli. Það skiptir fólk máli. Það eru vissulega 5 dagar í kosningar. Rétt. Og mjög mikilvægar kosningar, myndi ég segja. Alla kosningar mikilvægar, en mér finnst þessar sérstaklega mikilvægar. Nú, margir telja að... Já, allir að fara að kjósa, klárlega. Margir telja að við séum með eitthvað katt áróður hérna með að fá þennan form af stjórnmálaflokks svona stutt fyrir kosningar, en hins vegar er það bara þannig að já, nokkrir forsvarsmenn ríkisstjórnar hafa fengið boð sem að þeir þáðu ekki, þannig að það er alls ekki þannig að við séum með eitthvað áróður eða neitt. Gestur kvöldsins, hún bara að sjálfsögðu þakkaði boðið og ég bara vona að þessi atkvæði sem að hlustendur sem horfa á í kvöld sé munurinn og kata þarna atkvæðanum. Ekki spurning og já, bara frábær kona sem ég er mjög spenntur að fá í þáttinn. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, vertu velkomin. Takk strákar. Takk. Hvernig gerum við þetta? Þið gerir þetta bara. Jæja. Velkomin. Já, takk fyrir það. Svo fara eitt svona endurskinsmerki frá Dominos með þér heim, ef þú vilt. Já, það er sætur. Já. Hversu líklegt er að mæti með derhúðan á föstudagskvöldi hvað áttu mörg viðtöl eftir? Það til að kosningar hefðast. Já, vel gert, setur hann bara strax á þig. Ekki að gera það? Ég á eftir 1, 2, 3, 4, 5 viðtöl eitthvað svoleiðis. En er ekki RÚV föstudagskvöldi
deyfri kostningar, er það ekki viðtalið? Jú, það skiptir rosa miklu máli að klúðri ekki allavega einu þar. Er það bara allt? Hvernig er þetta? Þetta er mjög Þetta er ekki frekar, Birkir. Flott með taglinu sko. Er þetta handritskrifað þegar þú mætir hann á deyfri kostningar? Nei. Nei? Bara ekki, sko. Þú voru að muna að vera svolítið frjáls og opin en þú veist, sumir kvá þegar ég segi þetta en ég er alltaf stressið þegar ég fer í sjónvarp. Já, alltaf. Og reyna að undirbúa mig og allt það en það er eitthvað svona sem að gerist við það að fara í sjónvarp. Mér finnst það reynda frábær miðill. Já. Við erum náttúrulega búin að fá sérfræðing, hann Sigmar Guðmunds, hann hefur verið í sjónvarpsmaður. Það er ágætt að leita í hans miðju. En mér finnst það er gaman að vera í sjónvarpi en það er stressandi. Já. En þessa kosningabarátta, hún er mjög æðisleg, hún er rosa skemmtileg. Hún fer seint af stað, já, hún fer seint af stað og þetta er allt þessu kosningabarátta heldur en ég hef nokkuð tíman háð og það nú nokkrar. Veitu hvað, mér finnst áhugavert, það er að fólk sem vissi ekki að vera þingi, það er alltaf að byrja að auglýsa sig. Mér finnst það ótrúlegasta fólk sem mætir alltaf korter í kosningar en þess vegna langar mig að hrósa því sérstaklega því að ég þykist vita að þú hefur kjörin ráðherra að það hefur samt mætið þáttinn sko. Mér finnst rosalega margir þingmenn bara poppa upp korter fyrir kosningar. Ég held að menn getur alveg verið sammála því almennt sko. Já, ég held að maður þurfi, þú veist, ég held að það getur vel við að það gerist svona kannski fyrst sinn en ég held að allir átti sig á því í dag að bæði það gaman að mæta í ólík podcast. Ég er búin að mæta í hinn á þessi podcast, þau eru mjög ólík. Þetta er ekki bara podcast og svo bara allir það sama. Þetta er mjög... Líklega ekki mætti neitt þessu líkt. Nei, ekki þetta. Ég verð að viðurkenna það. Talandi um að vera sem titrandi smáblóm, sko. Ég hugsa, ég sagði já, svo hringdi ég Gísla minn og Gísli, hvað er ég að fara út í? Og hann reyndi að rófa mig. Svo átti ég að segja, þú veist, hann hefði bursta þig í einhverju skák þú veist að hann hefði tekið þig með hann myndi róa mig, ég er ekki viss um það að það gerir það en hann róaði mig allavega ekki sagt þér sko. Hann pakkaði við saman, ítrekkar þetta nú er það já. Hann er þrælsegur Gísli í skák já, hann finnst gaman að tefla það er eitthvað annað heldur en kannski móðir hans sem að pappans teflir svolítið og Gísli teflir ég teldi svona til bara mjög lítið, en svona kannski til 11-12 ára aldurs, bara hætti ég. Bara svo grípið það, í hvaða grunnskóla varstu? Ég var í Breiðholtsskóla. Breiðholtsskóla? Já, ég er, sem sagt... Ég var alltaf tengt við það. Já, sem sagt, að því við erum hérna á Tómasarhaganum, ég bjó hérna á Fálkagötunni, 21, til 7 ára aldurs, í svonefndri leikarablokk. Svo fluttu mamma og pappi upp í Breiðholt, til þess að vera nær hesthúsunum. Pappi var með hesta í Víðidalnum. Og hann vildi freka flytja þangað og þau byggðust líka lóð í Fossvoginum hann næst niður í Fossvogi en þau vildi vera freka nær hestunum eðlilega og svo fór ég í Breiðholtsskóla þar byrjaði í Meló og svo fór ég í Breiðholtsskóla og var þar til 12 ára aldurs þá fór ég í gamla Kvennó sem að var gaggó gamli Kvennaskólinn var áður en að var fjölbrautaskóli og það er síðasti árgangurinn af þeim gagnfræðaskóla, þetta er svona svipað á Hagaskóli bara svona gagnfræðaskóli og svo fór maður í MS og svona kannski ekki mikið skákið þar ekki Vestló myndirðu segja að menntaskólanir sko, af því það er náttúrulega okkur staðaltýpur svona með menntaskólana hefur þetta mikið breyst eða voru líka staðaltýpur þá í menntaskólanum? Ég hefði gefið mig til þess að Þorgeir hefur verið MR já, það er ekki komið á vort heldur af því ég tengi hana meira við Vesturbæinn sko, einhverjum ástæðum. Ég tengi hana bara við Hafnarfjörð. Já, ég þakkaði fyrir, mér vænt það, Leifur. Já, ég veit Nei, svo, þú veist, kynnist ég Kristjánu þegar ég er 16, skilur þú veist. Á þar síðustu öld og svo flyttum maður frekar snemma í Hafnarfjörði. Og ég er náttúrulega hafnfirðingur í dag og Gísli og Gunnarari og Katrín, alltaf börnin okkar, er náttúrulega bara hafnfirðingar. Miklir. Já, og fólk segir að þú getur ekki verið gaflar en með fæddur í Hafnarfirði, það eru fá börn sem fæðast í dag í Hafnarfirði, en þannig að þau eru miklir gaflar, miklir hafnfirðingar. Nei, sko, ég heyri einhvern veginn að þetta líka vera báðir foreldræðinir, gaflar, eða alveg mjög stífar kröfur, er það kannski rangt nóg? Jú, þú veist, pappans Kristjáns var djúpmaður, var úr djúpunu að vestan,
en flutti til Hafnarfjarðar 20 og eitthvað ára og bjó í Hafnarfirði í 60 ár. Hann var samt alltaf djúpmaður. Hann var djúpmaður, já. Hann var ekki Hafnfirðingur. En mammas Kristjáns var alveg bara haffisk aftur í ættir. Hulda og þau ráku náttúrulega búðina Músík og Sport sem að allir Hafnfirðingar þekkja. Maður seldi bæði plötur og íþróttaföt og allir sem að þekkja Hafnarfjörð og vita að það var best að koma þangað. Náttúrulega Hulda var náttúrulega stórkostleg manneskja, ótrúlega lífsglöð, alltaf með faðminn opinn, syngjandi, skemmtileg manneskja. Já, ég sko, við vorum að ræða fyrir þátt að ég og Þorgeir höfum hist áður. Það var árið 2007. Það góða ár. Já. Sko málega það, ég held að hrunið hafi komið eftir að ég mæti þetta í menntamálaráðuneytið sko, þegar ég var 11 ára. Ég held að þú sért orsakavaldur. Ég veist ótrúlega að það var enginn tengt við mig sko, en já, þarna það var, ég man eftir hvað mér fannst það mikill heiður að mæta þarna til Þorgerðar í menntamálaráðuneytið og já, það var virkilega gaman. Og það var af því að þú varst, já, þú voru að segja frá því. Þú voru að segja ekki vera hógvær. Nei. Já, það var sem sagt heimsmeistari í skólaskók með sveitinni minni, Salskóla. Og Salskóla. Og Þorgerður bauð okkur og þetta var frábært sko. Já, við það er alveg ótrúlega sterk skáklistin í grunnskólanum. Já, algjörlega. Þú veist og sérstaklega ákveðnu grunnskólanum, það fer svolítið líka eftir svolítið bæði kennurum og skólameisturum. Eins og til dæmis Helgi Árna. Hann hefur verið mjög sterkur skólastjóri á þessu sviði og við ákváðum þá að ég held að það hefði verið 2 árum eða 3 árum undan að þið komið. Þá urðum við Norðurlandameistarar og heimsmeistarar, einhver annar skóli. Rimaskóli eða ekki? Jú, Rimaskóli, hjá honum Helga. Og þá sagði ég bara við þá móttöku, við ætlum bara að hafa alltaf móttöku þegar þið verðið heimsmeistarar. Svo bara urðu skólar heimsmeistarar á Íslandi. Þannig að við vorum svolítið í því að halda boð fyrir heimsmeistara. Það er mjög flott og ekki sjálfsagt. Alls ekki sjálfsagt. Ég verð samt að segja þetta, það var bara einn skóli voru heimsmeistari. Þeir tóku Norðurlandameistaratitilinn. Mér fannst þetta svo flott. Já, þetta er ekki. Að ná, þú veist, þessum titli að vera Norðurlandameistari, vel gert. Já. Salaskóli. Heimurinn aðeins stærri. Nei, ég veist ekki það. Nei, já, og svo ætlaði að segja annað, er að þegar við vorum ákveða að bjóða í þáttinn og þá vissi ég ekki að þú voru bæði F-fáingur og eiginlega fyrir mér í gær með að mæta og styðja hvernig fór leikurinn? F-fá unnu og veistu hvað skoraði? Það var Pétur Viðarsson. Já, nákvæmlega. En það er bara mikill F-fáingur. Já, mikill og þið voru bara góður í þessu leik. Já, það var einhver, þú veist, ég er rosa bjartsýn og ég vona, þeir eru reyndar ekki búin að klára þetta en ég vona að Óli Jó verði áfram og við fyrir svolítið í að ungu leikmennir spila vel og já, ég held að það geti verið svona bjarti tíma framöndan hjá FH. Þið gátu ekki fundið verið tíma þegar tók ykkur sko. Þetta var mér finnst þetta, en sko Blikarnir eru reynda búin að vera, ég er búin að sjá nokkra leiki með þeim. Þeir eru búin að vera mjög sterkir. Og ég sá það móti Stjörnunni daginn. Já. Hann var mjög góður. Já, mjög góður. En málið bara það, ég held að spennustigið það bara verið allt, veist, það sást, ætla ekki að taka neitt af F-fæðingum en Blika voru í gær bara, þetta var... Já, þeir fengu náttúrulega, þeir fengu víti. Ekki minna maður það, já, aðeins klúruði því, fór aðeins yfir markið. En það er rosalega auðvelt... Og ég seti ekki að tala um þetta. Nei, og heldur ekki liðið sem heldur með enska takk. Það er mín ánægja að upplýsa ykkur það að ég held með Liverpool og hefur gert síðan 1972, 300 árum áður þeir fæddust. Og hef ekki kvika frá því þótt að við höfum lifað oft erfiða tíma. Þá fer maður ekki frá því liði en það ekki að gera í dag reyndar tókuð eftir þeir með nákvæmlega jafnmörg stig og Chelsea jafnmörg skoruð 12 og jafnmörg á sig 1 og ég held að mörkin 1-1 hafa komið móti hvor öðrum. Eina sem ég man bara er að þið gátu ekki unnið okkur einu fleiri. Það er nú svona það sem ég man helst eftir. Ég segi nú bara spyrjum að leikslokum. En bara eitt til að lóka sér fótboltaumræðu, það er rosalega auðvitað fyrir okkur Leif að samgleðast Víkingum, bæði búin að fá Arnar Gunnlaugs og Kára Árna hérna í setti og ég vona bara Leiknismenn vinni Víking og Breiðablik Íslandsmeistari. Mér langar líka bara rétt að koma inn að því hún talaði um Pétur Viðarsson. Það er svo gaman að sjá hann eftir leik með stuðningsmönnum, einn tann að klappa. Það er þess vegna sem hann er bara F-fáingur með hjarta þetta. Hann er alveg ótrúlega Pétur. Það verður ekkert haldið neitt partí hérna sko. Það er enginn að fara að fagna títilinn þegar það verður fram á hann sko. Og síðan líka sko þegar það var búið að tilkynna að Víkingur verið komið yfir þá sko ætlaði
Krikin að fara yfir ég heyrði að vera sjónvarpsútsendingunni sko. Það var svakalt, þeir ætluðu ekki að láta halda partí heima við sér sko. En þetta svolítið gaman að sjá bæði Blikana og Víkinga, það þú veist, með fullri virðingu fyrir okkur F-fæðingum, Völsurum, Káringum, þú veist, fyrirfram voru þetta ekkit endilega, þú veist, þau lið sem að, Blikunum var spáð ágætlega, Blikunum var spáð ágætlega gengi, Káringunum hvað, 3. 4. seti, en þetta, Víkingunum neðan, en þetta svona, mér finnst þetta gaman og spennandi núna við íslenska fótbolta, það ekki fyrirfram gefið að eitt lið, þrátt fyrir kannski mikið fjármagn, sérstaklega eitt lið, sé með hérna, aðra hendurinn á dollinu áður en leik tímabilið hefst sko. Og mér finnst eitt gleymast kannski í þessu líka að ekki þetta sé fótboltaþáttur en málið sem það sem að gleymast kannski líka í umræðinu doldi að það er búið að tala um 2 östu liðin eru Breiðablik og Víkingur sem eru með unga og nýja þjálfara sem eru að gera eitthvað nýtt og bara hinir eru að verða eftir Óli Jó, Heimir Guðjónsson og svo fleiri. En málið það mér finnst alveg gleymast að Óli Jó af eldgamla skólanum og hann pakkaði Óskar hann sem hann gerði sko. Þannig að þú veist, gamli skólinn hann lifir ennþá. En Óskar Hrafn búinn að gera rosa flotta hluti. Mér finnst hann hafa gert frábæra hluti. Talandum sko að við ætluðum ekki að þessi F-fæðingar ætluðum ekki að láta neitt lið vera að fagna hjá okkur. Helviti hann Sigmar Guðmunds sem í öðru seti hjá okkur í Suðvestur. Hann frábær en hann hefur einn galla og hann stjörnumaður og óspart að minna mig á ákveðin leik. 2014. 4. október á afmælinu mínu. Á afmælinu? Og hann þurfti að fara að skila frambúðin okkar í Krikan þar sem að kjörstjórnin var. Og hann sem beti, hvað ég að fara? Þú veist, fara í Krikan, ok. Svo þurfti hann að lýsa því fyrir mig, svo gekk ég þarna og ég sagði, beti, á hverju líði mér svona vel hérna? Ég þarf að segja Þorgeiri það. Var dúbjað og það bara, þá labbaði hann búinn að skila frambúðin og ég hélt að hann bara myndi koma sér út þá. Nei, þá gekk hann Krikan og var að rifja upp gamlar og góða minningar og lýsti þessi mjög vel fyrir mér og þannig að mér finnst ágætt að hann fjarri mig núna En því miður varstu búin að skila listanum þegar hann var Já, því miður því þá voru margir hittinuna og það hefur verið auðvelt að fylla í hans skar sko. En svona þetta Ég gleymi einu En, nú verði ég að grípa í taumana af því að við erum með chess aftur dag og nú ætlum við að prófa að taka hérna skák Þorgerður var að segja við okkur fyrir þátt að hún væri búin að vera stúdera núna dálítið lengi. Þið verðið að sýna mér þennan undraheim skáklistarinn. Já, sko við ætlum bara að gefa þér nægan tíma. Og sko þú tekur núna við músinni og þú átt að gera. Og þú mátt bara spyrja mig eins og þú vilt. Já, mér líst strax vel á þetta. Það þetta ekki bara svona? Jú. Og við tækjum þig ykkur langan tími. Birgir, ert þú að spila, getur þú ekki spila með mér á móti? Jú, við erum að tefla á móti bara ykkur í Ungibæ, en ég get hjálpað þér, sko. Já. Og hvað erum við að fara að gera núna? Sko, nú myndi ég reyna, málum með skákina ég fór í það þessi senasta þætti, að það eru 5 skref í skák. Já. Og skref 1 er að ná valdi á miðborðinu. Já, hérna. Já. Skref 2 er að koma litlu köllanum út. En klárum bara skref 1 og leiktu bara drottningapenn fram 2. Þarna, já. 2. Já, gert. Já. En af hverju er maður ekki bara svona aggressífur og fer eitthvað bara svona? Já, það kemur seinna, sko. Það, þú veist, sóknarbolti er ekki hægt að spila almennilega sóknarbolta henni. Hvað sagði að vera skref 1, Birgir? Miðborð, já. Það er nefnilega skref 2, sóknarboltin. Það er að segja þú ert með riddarana og biskupana, það er að koma þeim út og undirbúa sóknarboltan sko. Af því að margir eru hræddir við það að koma köllunum út bara að þið vil ekki missa á en þú spilaðir eitthvað sókn án leikmanna sko. Ég meina frábæra spurningu núna. Þorgerður Katrín sem alþingismaður, sem fótboltamaður, þú veist, myndirðu segja að þú væri sóknarsinnuð eða varnarsinnuð? Sem fótboltamaður? Ég segi nú ekki frá því, ég átti nokkra leiki í fótbolta en ég lék var í vörn, maður vinstri bak. Já. En ég myndi halda að vera það sem ég var að meina, ég var að reyna að fá viðlíkingu við að því að myndi margir segja kannski ríkisstjórnin í dag, þeir eru miklu varnarmenn, þeir vilja verða stöðuleikan bara að hafa allt status quo. Já, þú veist, hvaða stöðuleika? Ég spyr hvaða stöðuleika? Þú veist, það stöðuleiki þeirra í ríkisstjórn? Eða þú veist, hvað, ok, ég veit ekki. Stöðuleikin halda öllu óbreyttu?
vextirnir ekki óbreytti, það bara þeirra blúsandi siglingu upp á við. Ok, sömur ráðherrastólutir? Já, sömur ráðherrastólutir. Nei, þú veist, ef það þú veist, ég átta mig bara stöðuleiki ekki gerast, það gerist ekki neitt og hérna við erum að benda á ákveðna leiðir í sjávarútvegsmálum og allt það, en hver væri ég í, ég væri svona framlíkjandi tengiliður. Það ekki? Tía. Já, það bara mjög góð. Ég held að ég hérna væri þar, en ég þyrfti alltaf að hafa eitt góða með mér. Já. Svona aðeins til að draga það niður kannski, hefur verið að bakka það aðeins. Já, enda þú veist, ef þú horfir bara á liðið hjá mér í Viðreisn, sko, það er, þú veist, eiginlega við með mjög margar drottningar, sko. Já. Hönnu Götu og Þorbjörgu Sigríði og Maríu Rutt sem er hérna í 3. sæti Reykjavík Suður og Katrínu Sigríði, en við erum líka með fína, ég var að segja biskupa. Já, bara kónga bara. Já, biskupa, já, ok. Já, það er svona biskupa og riddara. Það eru nokkur sem geta mjög auðvitað verið kónga líka, eins og Daði Már, hann er algjör kóngur. Já. Og hann er létt grillaður, eða ekki? Ég meðan á Facebook, hann er dálítið grillaður, sko. Já, hann er nefnilega með skemmtilega nálgun á hlutunum. Ok. Ég held ég hafi heyrt hann hérna segja að Þorgerður, ég er bara, þú veist, ég er bara hálfgerður lúði sem vill gera gagn. Ég held að það sé bara mjög hreinskilið svar. Mér finnst hann það náttúrulega mjög sjúklega, já, hann er náttúrulega ótrúlega klár og bara heyr hann tala hagfræði, þú veist, á mannamáli, heyr hann tala sjávarútveg, landbúnað, smalamennsku. Leifir það ekki það nú? Já, fyrst að þú varst í réttum helgin, hann var það líka. Ok. Já, einhvers þar upp á Mosfellshæði heiti. Stóðréttum með það? Nei. Stóðréttum. Nei, ok, já. Hvað varst þú í réttum? Ég var rétt hjá Blönduós í Langadalum. Já, Langadalum. Skrafatúkunni. En fórstu einn eða? Ég fór bara einn, fjölskyldan var vant við látin í útlöndum, sko. Já. Fengum mikla skammir fyrir, eðlilega. Já. Ekki láta sig vanta í stóðréttum, það er eiginlega bann. Nei, það er eiginlega bann. En hérna... En fleiri, þú veist, biskupar og svona, það er náttúrulega Sigmar og Jón Steindór og svona, en það er mikilvægt að hafa breytt í lið. Já, algjörlega. Og við hafa leikmenn sem að geta bæði verið sterkir varnarmenn en líka dottið í sóknuna verið aggressív þegar enginn áttar sig á því. Þú veist, þetta óvænta, þetta óvænta, þú veist, leiftursókn, já. Akkurat. Mér langaði líka að grípa það sem varst að segja með, sko, ég er smá lúði, en það er bara gaman. Sko, ég man ekki hvað viðmæli þetta var, en það var einhvern tíma sem við einhvern gest og ég spurði... Birgir, hvað erum að fara að gera hér? Hver er svona nördi liðsins? Biskupin. Og hann sagði, nördi, ég get eiginlega ekki sagt það. En máli með það að vera... Nei, þú sér svörtu deplunar, ekki þarna, nei. Já, þarna, já, vel gert. Vel gert, ég þarf að fara að ná í gleraugun núna. Klikka á gleraugunum. Já, bara, ég veit, punktur að sjá að það er mjög töff að skipta sér ekki um ekki að í hvað öðrum finnst og vera bara maður sjálfur, sko, og það er svona partur að vera smá lúði eða nördi, sko, því að þú ert ekki þú sjálfur þegar þú ert að þóknast öllum, sko, og þegar þú ert ekki að þóknast öllum þá verður þú komin í alveg heimspeki pælingar. Þetta er nákvæmlega þannig og þetta er, þú veist, ég hef oft verið spyrðaði, þú veist, akkur mér dytti í huga að fara út í pólitík aftur, akkur Viðreisn og allt það, og þá er bara svona fundamental atriði að líka bara vera frjáls og þá segir fólk oft, ég varst ekki frjáls á hinu staðnum, sko, og sjálfstæðarflokknum. Jú, eina veg, en samt ekki, sko, og þetta er bara lykilatriði, líka þegar maður er orðinn aðeins eldri og maður er að gera þetta einhverja hluti, fara inn á afturásvið, að gera hluti með öðrum hætti en áður, þá verður að vera bara svolítið þú og frjáls og þú veist, ég er pínu hvatvís líka stundum og þá bara verður ég stundum að átta mig á því að ég segi hluti sem að er ekki endilega heppilegir, stundum gagnlegir en stundum ekki, sko. Fannst þér að upplifa þegar þú varst í Sjálfstæðisflokknum í gamla daga og við erum strax komin í miklu pælingar þetta ætla? Já, ég held að, já. Að þá sérst, bara þetta sem þú varst að tala að þú segir að þú varst frjáls, að þá varstu kannski ekki alveg frjáls, að þú fengir ekki kannski að komið það sem þið langaði til borðsins, eða sérst að það væri ekki tekið marka, eða sérst nýjum hugmyndum ef að
það væri verið að bóti einhver kýli sem að Nei, sko Nei, það er þú veist, það er oft talað glerþak í jafnréttismálum Já Ég held að sé glerþak í þeim annars ágætaflokki í bara fleiri málaflokkum þú veist, þú mátt sprikla hérna upp þú veist, viksu marki í þú veist, heilbrigðismálum og menntamálum eða sérstaklega í sjávarútvegi og landbúnaði en ekki fara hærra þá bara kemur það ekki hérna ekki fara að tala ákveðna hluti sem að hendi ekki stefnunni en ég vil leið draga fram að það er náttúrulega fullt af góðu fólki í þeim flokki og hérna en ég bara ósammála honum í þessum risastóru málaflokkum sem á endanum eru til þess að hérna, ekki bara alþjóðamálum, ekki bara Evrópumálum heldur og gjaldmiðilsmálum heldur líka þessu með ekki síst sjávarútveginn og bara samkeppnis- og neytendamál. Kom þér á óvart að nú Bjarni Bena nefna 10 atriði sem verið að kjósum og hann nefnir hann nefndi einhvern tímann einu svona 1 nú er hann komið, svo nefndi hann 3 er hann komið 10 hann er komið 10 núna okay, en hann nefnir ekki sjávarútvegsmálin samt 75% þjóðarinnar á þeirri skoðun að það þarf eitthvað að skoða þeim ég held að það sé nú engin tilviljun sko þetta er bara svona lýsandi dæmi það að hérna, flokkurinn er kannski að mínum að þetta er ekki alveg í takti við þjóðarsáluna það kemur að þessu en leið segi ég þetta má ekki vera til þess að við kollvörpum sjávarútveginn sjávarútveginn er ótrúlega vel rekin atvinnugrein og ef við horfum bara á hagkvæmnina og skilvirknina já en það sem við erum að benda á ekki gleyma þessu hérna þætti líka sem er réttlæti og sanngirni þannig að við erum að tala höldum hagkvæmninu og skilvirkni en tölum líka réttlæti og sanngirni og það er það sem að þjóðin er að kalla eftir hún er ekkert að kalla eftir því að þú veist eins og Píratar og Samfó og sósíalistar svona allir þessi flokkar á vinstrivagnu þeir bara vilja kalla allt aftur inn og stokka allt aftur upp við erum ekki þar en við erum að segja fjandakotnið kæru vinir með 40 milljarða hagnað árlega síðustu 10 ár þið getið greitt meira og leifum þá bara markaðan ráða og ég held að og við höfum svona reiknað gróflega út meðal annars staði og miðað við að veiðigjaldið er einhverjar 4,8 milljarðar núna að þá getum við líklega fengið svona 9-10 milljarðar það er ekki, við erum ekki að tala um að þú veist þessi 20, 30, 40 milljarðar við erum að tala um að það sé ekkit ólöglegt að markaðurinn með þetta á 9 kannski til 12 milljarðar þannig að það er ekki en með því færi kæmi inn í kerfið þetta réttlæti og þessi taug eru þið búin að gera, erst þú búin að gera? Við erum alltaf leik sko þú ert leik varst þú búin að gera? Bara á þess að hann lés biskupnum út senast við erum ekki tafla móti, þú veist það þetta er bara einhver Jónandi bæ sko þetta er Jónandi bæ við höldum með þér sko ok, og hvað er, já ég myndi bara íta Kóngsböðin áfram með já, þú myndi gera það já en sko við vorum í hagfræði seinustöðin hjá bara einum af mínum uppáhaldshagfræðingum Bolla Híðinsinni hann er búinn að tala lengi fyrir sjávarútveginum og hann sagði sko, honum er svo skrítið að veiðigjaldið sé tengt við afkomu greinarinnar og nefnir það og segir mig ég var að borga leigu ætti ég þá að borga leigu út frá hvað ég er að fá í laun hvernig mánuði þetta er bæði það og svo líka að þú ert í rauninni að veluna skussana sko já það er ekki mikil hagkvæmni fólkinni þá ef við eigum að fara að taka einmitt loftslagsmálin og umhverfismálin inn í þetta þá er þetta gali nálgun sko þetta ítur undir ákveðna sóun í kerfinu þannig að eina sko ég hefði nú haldið mitt að sjálfstæðismenn og svona almennt hægri sinna fólk myndi kveikja því eina rétta eða skynsama leiðin er bara að láta markaðinn ráða þessu og við erum ekki að tala um að kippa þessu öllu út við erum að tala um að veita aukin fyrirsjáleika að þú veist í dag segjum að sósíalistar og hinnir vinstriflokkarnir kæmist til valda og myndi bara kippa þessu öllu tilbaka það er engin fyrirsjáleiki fyrir útgerðina þannig ég hefði nú haldið að kannski 20-25 ár fyrir útgerðina af samningum það að aðgangað auðlindinu væri aukin fyrirsjáleiki og öryggi fyrir útgerðina á móti myndi þau setja 3-5% markað á hverju ári og markaðurinn ráða það kemur strax aftur það bara henni ríku og sterkustu þau kaupa nei, við erum með sömu reglur og í dag varandi framsalið sko. það er bara 12% sem að geta keypt upp við erum með alveg samþjöppun á sér stað núna KS fyrir norðan er að kaupa allt heila
í rauninni að meira að minna alltaf á Snæfellsnesinu, eða mjög mörg fyrirtæki á Snæfellsnesinu. Þetta allt hægt í dag í núverandi kerfi. Við þurfum bara að endanum snýst um það að þjóðin fái réttlátt verð fyrir þjóðaréttinn. Og við erum að finna leiðir til þess. Mér finnst líka gott sem Bjarni Ben sagði, þegar hann sagði sko, við verðum að selja Íslandsbanka til að finna rétta markaðsverði. Já, og þá sagði Hanna Katrín sko, hún sagði bara, hver er munurinn á Íslandsbanka og sjávarútvegi? Af hverju viltu ekki finna markaðsverði fyrir sjávarútveginn en bara fyrir Íslandsbanka? Já, þetta er bara mjög gott dæmi. Gott hjá henni, sko. Þetta var mikilvægt skref að taka þetta skref í söluna á Íslandsbanka og svo gott einmitt að hafa markaðinn til sem er verið. Ekki að stjórnmálamenn væri að fikta í þessu. En kælum sjávarútveginn aðeins núna. Mér langar að spyrja aðeins út í Skulum, kannski fullt seint í rannsóknargripið í skákinni, en við langar að taka henni almennilega eftir sko. Pítu, en hvað, strákar? Bara riddar í F3. Út með riddarana núna. Á hverju viljið þetta frekar? Bara koma köllanum út, skref 2. Já, bara út með riddarana og biskupana, það er skref 2. Byrjunni skákin okkur þægilega, þú fylgir bara þumalputarreglum sko. Okay. Hún fær sko 10 sekúndar leik sko. Já, ok, það er svoleiðis. Annað er sko, sem ég segi oft við nefndum minna litlu krakkana, það er hérna riddarinn og kappi líkist aumum fanti. Býtu, hann er komin hingað. Já. Nú er það bara skref 3, Þorgeir. Það er að koma kóngnum í skjól. Og það er með hrókara. Já, vel gert. Nei, passaðu því. Nei, slepptur okkur. Já, hana. Kóngurinn að það gerir. Það er að, já. Þetta er vel við kringum stað að má kóngurinn bara fara 1 reit í hverju átt, 1 viðbútt. Meira. Já, emitt. Vel gert. Þannig að þetta verður ólögur leikur nema þurftur hrókara. En ef þú ferir hrókinn 2, þá getur miskilað sem bara færa hrókinn. Ok. En ég ætlaði bara að hrókara eins og, ok. En þú hefði getið, ef þetta verður velleiðtafnum þá hefur ég getið gert það. En þarna náttúrulega að þetta er á netinu, það er aðeins leirið. Þannig að þetta var ekki rangt hjá mér. Nei. En hann er búin að hann lék samstundis. Ég sá það. Hann kannski veit ekki þú ert í spjallhætti. Nei, hann sýnir enga virðingu. Nei. Og þá erum við að fara í biskupinn. Já, fyrir ekki það. Hvert erum við að fara? Við erum að fara með hann hingað. Já, það er flott. Með þetta. Aggressíft. Hóta drottningunni. En já, mér langaði að spyrja Þorgeir út í ákveðið svona smá rýbrand á Viðreisn frá því að maður byrjaði að fylgjast með þessu 2016-2017, þá varstu með menn eins og, já, gestir kom ykkar Benedikt Jóhannesson, þú varst með Þorstein Víglunds, nú ertu komið með Daða, Þorbjörgu, hvað þetta með fleira, Sigmar og fleiri, þú veist, eru stefnumálin ennþá í sömum, ég finnst svona aðeins öðruvísi væp heldur en til dæmis þegar fóru í ríkisstjórnina 2017, er það rangt með því hjá mér eða? Kannski ekki með ef þú segir sko væpu, þetta koma aðrar svona önnur með öðruvísi fólki en stefnan er svo sama. Við erum ennþá talandi um 2016 og 2017, þá tölum við mikið um hægri hagstjórn, vinstri velferð, við erum þar líka í dag. Lykillinn að öllu hér er öflugt atvinnulíf en við þurfum líka að hafa öflugt velferðarkerfi, þetta hjálpar hvort öðru sko. Og margir segja atvinnulífi til þess að við getum verið með þetta þétta net í velferðarkerfinu, en velferðarkerfi styður líka við atvinnulíf, við vitum það líka bara til þess að laða fólk aftur heim eða fá fólk útlendinga til þess að vinna og starfa eða þá skiptir velferðarkerfi og menntakerfi líka miklu máli. Þannig að þetta vinnur með hvort öðru. Náttúrulega Þorsteinn Víglundsson er náttúrulega, ég á ákveðna sögu líka með honum, við unnum saman hjá Samtökum atvinnulífsins, frábær. Þetta fannst mér skynsamt. Ekki? Jú. Þið hugsa eins. Já, þetta fannst mér skynsamt. Ég sá að Þorgeir Þórðarson biskup sagði dreft hans. Já, ég var einmitt þau, já, akkurat. En já, ég vildi ekki trufla þig. Hann draf. Hann drefur tilbaka. Við erum bara 2 mínútur eftir, sko. Já, og þá förum við í hvað? Hinn rittar út. Já. Þá hingað. Já, vel gert. Mjög gott. Og núna, sko. Ef hann hrókarar, ertu að pæla í því leifur eða? Nei, ég er að pæla í því að þú skiptir skákinu upp í fyrsta ná valdi á miðborðinu, 2 að koma kötturum út, 3 að koma kongnum í skjól. En þá erum við eiginlega við erum búin með öll þessi grunnskref og þá er komið 4, finna plan. Og það er eiginlega erfiðast, þú getur ekki fyllt þessum grunnreglum sem er að bara koma kongnum í skjól, koma kötturum út. Eða setja peðan á miðborðið. Nú þurfum við að hugsa hvernig getum við unnið, hvernig ætlum við að blása til sóknar og ef við leikum að okkur þá þurfum við kannski að verjast en þá kemur að planinu sko. Það veltur á því til dæmis hvoru megin hann hrókarar.
Ef hann hrókar stutt, hérna sömu áttu Einmitt, þú, Frank, já, akkurat. já. Þá er spurning hvort við getum kannski akkurat. Hann gerir það. Núna áttu taktík, Þorgeir, eins og kallast. Já. Og þá... Þetta er flókin leikur, já, sko. við skulum bara, sjáðu, ef ég má að stela músinni, sjáðu, ef að þú Gerðu örvar, já. drepur hér, Já, einmitt. Já, segir skák, getur hann drepið tilbaka, já, einmitt. og þá ert þú búin að fá 1 peð fyrir biskup, en síðan getur þú fært En fær riddana þangað, einmitt. Já, hún var með þetta. og þá er skák og hann þarf að hreyfa kónginn, Já, fer bara aftur heim, já. og þá er allt í nú opið fyrir Fyrir drottninguna að drottninguna, drepa einmitt, biskupin, einmitt. Ok, Þetta er að fallega við skákina, sko. þannig að, Þannig að við erum að fara akkurat, hingað. yes. Hvað sagði þetta? Við erum bara lúðar sem viljum koma góða þetta frá okkur. Nei. Já, bara gera gott. Já, það er bara nákvæmlega svo að gera með þessari taktíka. Já. Lúðarnir mínir. Það er nákvæmlega þannig. Já, taktu þér tíma, taktu þér fucking tíma. Já, segjum við. Það, þú veist, við hefum eina, þú veist, hérna, ekki láta mig tala, en þetta er nú svolítið skemmtileg. Já. En ef hann gerir þetta ekki þannig, Þá, já. Já, ok. Komdu með það bara. þá erum við að fara hingað. Áttur ekki kennari í lögfræðin sem héti eitthvað Gunnar eitthvað? Í lögfræðinni, Já. Gunnar G. Skram. Já. Já, Hann sagði, hann var káring og bjó hérna í Frostaskjólinu held ég, ekkert langt frá hérna. ég heyrði þetta fyrir þátt. Hann sagði að þú hefði verið besti nemandi sem hann nokkuð mann haft. Margir skramar í vestum. Já, það þykir mér vænt að heyra. Já. Manstu hvað hann kendi þér? Stjórnskipun. Já. Já. Það er gott að hann reyna allt ekki. Og hvað ætlar að gera núna? Býtu, hann var kominn þangað, þá var Það var bara svona. Og Leifur, það styttist í mátið. Það lítið vel út. Við skulum ekki hérna... Eiginlega, það er spurning hvort það þurfi Bíddu, að sjöna í Leifur, framhjá. Ég held að það sé þetta- áverandi, sko. Ég sé ekki... Mér sýnir stefna bara í... Hún er líka, sko, Þorgeir, þú áttir eiginlega 300 klukkunni. Nei, hún á riddari F5 ef að sér það. Ha? Riddari F5. Já, Já, einmitt. já. Og svo riddari H6. Já, það er líkur allt. En ég er svona... Ok. Ég veit ekki ágætið þessu skákmann sem út á teflamóti og vonandi sérna það ekki. Af því að við minnum reglulega gestið það, Leifur, að það hefur enginn labbað hérna út úr AHA-stúdíónu með 100% skóri. Þannig hvað, Leifur? Nei, ekki einn vonandi. Þannig að, þá kemur spurning frá honum Kristjáni. Hann spyr, hvernig hljómar drauma þryggjaflokkar stjórn Viðreisnar? Það eru 5 dagar til kosninga. Það getur ekki svarað þessu, einmitt, já, getur bara komið ég sjálfsög ekki. Ég ætla að... Ég er bara alltaf að segja að draumaríkisstjórn með einhverju skemmtilegu fólki og það fólk finnst í öllum flokkum. Má ég segja eitt? Uppáhaldsríkisstjórnin mín allan tíma var Sjálfstæðisflokkur, Viðreisnar framtíð. Það var frábær ríkisstjórn og það er bara leiðilegt hvernig það endaði allt saman. Ég get tekið undir það að sá ríkisstjórnarsáttmáli var mjög góður. Mjög góður? Já, hann var mjög frjálslyndur, mjög góður á margan hátt, bæði í heilbrigðismálum og loftslagsmálum, sjávarútvegsmálum. Já. Það var aðeins opnuð þar. Býtu, er hann búinn? Hann finnir góðan leik, við erum lítinn tíma. Sko. Erum við... Ég segi nú samt að við skákum hann upp á H5, sko. Ok, en þá kemur riddari H6, Leifur. Já. Erum við að tala hér? Nei. Drottning H5 skák. Og sér hendur númerinn og það, já, vel gert. Má ég spyrja, á hverju ekki hér? Það skipti ekki öllu máli, kannski. Nei. Þú veist, á hverju... En nú Leifur, hvað ætlar að gera núna? Það er nefnilega stóra spurningin og svo hefur við ekki mikinn tíma. Leiktu bara peð á F4. Það líst mér vel á. Á F4? Já, prófspeða þetta fram með 2, já, vel gert. Fyrir tíminn að tikka, sko. En hún fær 10 sekúndar hvert leik. Ég Já, stilti þetta á mjög rólegt. Ég ætla hérna... Næsta spurning er öllu þægilegri. Ok, ég var samt búinn að segja, ég var eiginlega, afsakið, Leifur. Ég ætla að segja að hún myndi kynna hann inn, sko, er að hún komið til þeim skilunum að klísjur væri bannaðar. En það er rosalega erfitt að fá pólitíkus fynda í kostningar og banna klísjur, sko. Kannski bara ómögulegt. Já, þú veist... Já, þessi spurning... Allavega, þú veist, svarið er bara skemmtilegt fólk. Það verður hægt að vera að djama með. Fólk verður sem bara að lesa um allir línuna. Já, þú veist, bara í hvaða flokki er fólk sem að kann að djama. Nei, yes! Þetta lítið vel út. En ekki orð? Nei, þú ert mátt í 2. Já, býtu, og það er hvað? En spennandi.
Ok, við segjum þér að þú hefur nægan tíma. Ekki leika neitt samt án þess að spyrja vinn. Þorgerður Þú veist, bara hér. Já. Hún að mátt Bingo. í einum. Það er eins og hún hafi ekki gert annað en að vera að tefla. Hugsið þessa þjálfun, ef maður myndi nú yfir 50 ára síðan maður var að spila þetta. Já, skákum átt í einu leik, Þorgerður. Riddarinn er að valda einhvern reit. Já. Fyrir drottninguna til að gera hvað? 30 sekúndur. Þetta er spennandi. Hingað. Já, vel gert. Checkmate. Þetta er skákum átt. Já. Það er sigur. Það er bara, já, Ég segi bara skál. svakalega gerði ég þetta vel alein, bara átta mig algjörlega. Mjög vel telt. Og samt sko, við vorum meira búin að gleyma skákinni að það tíum. Já, ég held að við varum býðast að myndi hætta sko en. Vel gert hjá okkur strákar. Við Þeir förum bara ekki yfir gera þetta í fyrsta sinn. Nei, ekki þú heldur greinilega. Jú, Sko, langan tíma. Það er hluti af því sem að ég sakna því maður er búin að vera í þessum bransa innan þingi í mörg ár að heldur þetta með skákbransan, já. Já, það er hérna það var telt miklu meira hér á árum áður. Já. Er eitthvað telt á Alþingi eða? Lítið, ég verð ekki eins og vörfið eins og þú veist það þeir voru, það var aðalega kallarnir sko, sem að voru alltaf að ég fylgdi stundum með þeim en það var mjög gaman að sjá þú veist, þessa menn, þú veist, Halldór Blöndal og fleiri vera að taka skák. Ég held að séu 3 skákar núna, eða sem eru á hverjandi, Palli Magga skákari, Brynjar Níels og Karl Gauti. Ég er ekki að sjá þá að taka oft hvað það getur vel verið þeir sé bara á netinu og er ekkert sínlið sko, það getur vel verið að gera það. Það var einhvern tíma skákmót alþingismanna, veit ég. Náttúrulega tengdist mikið þegar Friðrik Ólafsson var skrifstofustjóri Alþingis til einhver tíma og þá svona smitaði það greinilega út frá sér. Talandum legend. En mér langaði aðeins að benda á í skákinni, sko, fyrir utan eina stutta fléttu, þá sögðum við á engum tímapunkti, við sögðum aldrei hvert ætti að setja kall, við sögðum gáðum bara þumalputtarreglur, bara fara út með kallana, ná að valda miðborinu, þannig að allir þessi leikir. Þú ert mjög almennilegur og Nei, ég er ekki að segja, sko þessi gæði sem var teflaði með 953 sem er bara mjög ansi frambærilegt, það er eitthvað sem að tefli reglulega og þetta er svo fljótt að koma, eins og hérna, bara fara kallan út, mjög gott, þetta var taktíkinn sem við hjálpuðum með skákinni. En við erum ekki búin að vinna skákina hér því að finnur hann góð leik en bara ekki aukvísi sko kemur skákin, allt í lagi og hérna þá sögðum við ekki neitt, mátið tveimur þetta er bara virkilega vel gert Þetta voru klippalegur Já, þetta voru klárlega að klippa Hvað er það margir leikir? 16 leikir, skákum á þeirra stjórnastari En þá er spurt Þetta er svakalega vel gert Þú getur strax Hvort ertu verið fyrir að syngja að tralla? Tralla meinaru Tralla þá bara Það er svona eins og varstu að gláða F-vellinum í gerð Tralla Já, tralla Ég er svo laglaus, strákar Ég er svo laglaus Já Þú veist, ég er bara, þú veist, þessin er betra að fela sig á bak við trallið, sko Ég er ánægð með það svar Ég er sama, sko Ég meiri trallar því ég kann ekki syngja, sko Já, ég er mikill söngari, ég kann samt ekki að syngja, sko Þú er góður söngari Nei, ekki þetta Heyri það Nei, hann vill ekki heyra Nei Kaffi að síkó, þessi líka alltaf Kaffi Hvernig er kaffi á? Svart Mótnana, já svart Og svo í hádeginu eftir mat best 200 espresso Sko, ég var Aldrei verið í síkó? Jú, ég hef verið, sko, þú veist Þú varst alltaf í þessu tíðavitinu Já, ég var Einmitt taldi tíðavitinu, ég ætla líka að koma inn á það Já, ég reyndi að reykja, ég sagði það, ég veit ekki hvort það hafi verið klippt út Ég reyndi að reykja því ég var 16 Já 2 mánuði, þá var ég að spila handbolta og fullu með IR-stelpunum Ég var Þá gott að kíkja síkóinu melli En ég fann ég var ekki mikið reykingamannski Ég reyndi síðan að fara í snus Já Og var ég man að við vorum einhvern tíman bæði úti í IR-stelpunar og síðan stelpunar í unglingalandsliðinu Og það keypti, út í Svíþjóð, þá keypti ég snus og fór með heim Já og hérna byrði mig upp og notaði ekki nema held ég eina dós var ekki alveg að ná þessu en ég reyndi að því mér fannst þetta töff mér fannst bæði töff að reykja sem að er ekki, þú veist, bara ekki töff ekki gott svona nokkur tugum fyrir kosningar að koma með þetta Þorgerður mæli með reykingum og svo, já, svo hef ég hérna
því betur fyrir var ég búin að taka þetta við strákana því hlóðum við strákana Gunnarara strákana mín og Gísla og þeir bara hlóða að mér fyrir suma því ég sagði þeim bara játaði fyrir þeim að ég hafði prófað gras, prófað reykja. Komist þér að því í þessu viðtali? Nei, á enda, því betur fyrir, ég bara... Vissir það þessari spurningu ef þú vissir að koma? Nei, ég vissi það ekki. Allt í henni bara, hann byrjar... Varst allt í henni bara í matamorði? Já. Strákar, ég búinn að prófa gras. Nei, við vorum eitthvað að tala alls konar hluti, svo bara sagði ég þetta, já, þú veist, að þeim fannst það bara ógeðslega fyndið. Og fannst ekkert að því, og ég, þú veist, það bara þannig, að þú veist, mér finnst líka ágætt að hafa prófað, en... Já. Þú veist, það eru nokkrar af mínum vinkonum og frængum líka sem að segja, þú veist, þegar við erum orðnar eldri, ætlum að búa í blokk þar sem að má reykja. Já, en ég er ekki alveg farin að sjá það. Mér finnst það geggja koncept, sko. Já, ég held það sé geggja koncept. Ég er ekki alveg farin að sjá það gerast samt. Bónusspurning, Viðreisn löglega þingmenni? Það eru skiptar skoðanir á flokksins, það er ekki stefnu flokksins annað heldur en að afglapavæða. Við styðjum eindreið og ég skil ekki af hverju við kláruðum ekki afglapavæðinguna núna í vor og það var náttúrulega bara ákveðin partur af ríkisstjórnarflokkunum sem að vildi það ekki og stoppaði það. En það er hluti af sem að mínum að þetta er frelsismáli sem að við höfum átt að klára afglapavæðinguna. En það var því miður stoppað, en við kláruðum vonandi á nýju þingi með nýrri og frjálslyndri ríkisstjórn. Akkurat. Mér langar að koma inn á eitt, þú ert í stjórn GSI. Já, en þá, ég hætti núna. Þú ert fráfærandi? Já, það verður GSI þing núna í nóvember og ég ætla ekki að kjákosta mér aftur. En enga síður, hvert væri draumahollið þitt skipað bara tónlistarmönnum og leikurum erlend? Já, og þessi trikki? Hvað er það margir? 3. Býtu á ég að vita að þið spila golf eða ekki? Nei, fær bara eftirmyndi 18 hólur til þess að ræða málin og spjalla og þetta má meira segja vera sko á hvaða tíma sem er. Með ekki bara segja 3 erlendir aðalar? 3 leikarar eða tónlistamenn? Sleppum leikarar eða tónlistamenn. Ennþá skemmtir án þeir. Já, bara 3 erlendir eða bara einhver og draumahollið. Draumahollið, þú veist, þá fer það eftir hvort ég spila golfið ekki en ég ætla bara að halda mig við leikara eða tónlistamenn. Javier Bardem. Hver er það? Ég veit ekki hver það er, heldur. Strákar. Javier Bardem. Javier, No Country for Old Men. Já, frábær mynd. Er það gæði með síðahárið? Já. James Bond, hann líka James Bond líka? Já, það líka James Bond og þú veist, hann er algjör snillingur. Ég myndi vilja. Já. Ég held að vera frekar að tala Daniel Craig kannski? Nei, ég myndi, já þú veist það er nú reyndar, ég var nú að hugsa Brad Pitt sko. Nei, og síðan af því að þið segir bara, þú veist, bara einhver, þá myndi ég líka Barack Obama. Ég myndi vilja taka hann með í hólið. Obama, út með No Country for Old Men sem hann eitthvað heitir. Javier Bardem, já, og síðan Pittara. Þetta var ákveðs hól. Þetta er hól. Já, ég myndi... Það verður fengið sér eitt Gambino í Lóa Kring. Ég held... Eitt svellkaldur. Já, ég held að Obama sé allt í lagi í golfið, sko. En hvað er þú í golfið? Gæti verið betri. Ég er með 11 í forgjöf. Eins og ég? Já, ég er enda með 10,5 núna. Já, aðeins betri en það. Ég tók skjáskot af hérna núna því ég er aðeins betri en Kalli. Það? Það er gaman að sé svona hörð keppni ykkur á milli. Já, þú veist, það er bara allt í einu, þú veist, það er bara tímabundið. En ykkur báðum alveg sama hvort þið vinnið ekki, þannig að það er kannski ekki aðalatriði. Nei, ég myndi halda þessi bara... Heldur að það er engin keppni sem er fjölskylda? Nei, það er aldrei keppni. Er það í alvörunni, sko, er það stundu þannig að annarkvort aðeins sér á sófanum eða gekk betur um hinn? Já. En það ekki? Já. Ég hend honum út á svalir ef við erum erfitt að keppa. Já, þú veist, þetta hefur stundum bara í alvörunni að, þú veist, Trivial Pursuit hérna í gamla daga og hérna Scrabble og þessi leikjaspil, þetta var mjög erfitt. Þið hafi gist á hóteli Ef ekki að segja að það hefur ýmislegt gerst eftir spil og hérna ekkert alltaf allt gott. Nei. Þetta er alvöru sko. Já. Við erum alveg, og það er eiginlega núna að því við erum í kosningabaráttu að ég hefði aldrei
bara meika það og lifa það af í pólitík nema að hafa verið í íþróttum og keppnisíþróttum. Það bara einhvern veginn eitthvað haldreipi, já, heyrðu, þú veist, að kunna tapa líka, það rosalærdómur, en keppnin bara hluti af svolítið af lífinu, sko. Já. Alveg klárlega. Þú veist, það ekki þannig að segja, já, þú veist, gerum okkar besta, auðvitað það þannig, við gerum okkar besta og ég að reyna að vera svolítið í sinni maður, við gerum okkar besta og svo segjum við bara hvað setur og það bara gerist það sem gerist. Já, það það. En þú keppir samt að því að ná enn meira árangri heldur en sko, innstu draumar þínir segja til sko. Já. Það bara þannig. Klárt. Það bara klárt. Og ekki hætta fyrir að leikurinn flautaður af. Nei, það rétt. Það bara þannig. Getur verið sérstaklega dýrt í golfinu, sko. Í golfinu? Að missa hausinn á síðustu hólnum og allt farið í Hvort maður kannski búin að spila frábæra hring og ætlar einhvern tíðin að loksins að komast undir 80 eða eitthvað og svo bara missur hausinn á síðustu hólnum. Þú veist þú ert að fara að ná þessu og svo allt inni bara 8. Eða þú veist, og það ertu bara komin í fucking 83 eða 4 og búin að eyðileggja. Já, eina sorgarsögu, sko, ég var, það var í hitti fyrir að loka deginum meistaramótinu. Var á undan þá í öðrum flokki, var að keppa upp á 3. seti, vorum jafnir saman í holli og seinasta hollið út, klúbbhúsið stútfullt, 18. holla. Hvar var þetta? Í Grávaldunum? Nei, þetta var út á Nesi, og para 11 í röð, comeback, bara alvöru comeback, ég var ekkert eðla gýraður. 11 í röð? Já, þú veist, þá var ég með 18 fórgjöf, sko. Og allt klúbbhúsið að horfa, ég tek fyrsta veki niður eftir fullkomið. Geggja viður, get ekki klikka. 100 metra högg, skallan út í kríi, sjankan út af, skallan aftur út í kríi. Og ég veit ekki hvað gerist, af því það var ekki eins og ég var eitthvað stressaður, ég hafði fulla trú en það var bara eitthvað og síðan labba út í klúbbhús og allir að klappa mér á bakið og ég var ekkert pirraður, sko, en bara skrítið. Það nákvæmlega þetta sem gerist, að maður, þú veist, oft finnst mér í reynda því ég sjanka, ég finna ég þú veist, ónálagt eða ég einhvern veginn á hröð og upplit og allt það. En þetta svo skrítið að það, þú veist, þetta gerist ekki bara einu sinni, þú ert bara búin að vera, þú veist, rönni eða, þú veist, á góðri leið og nákvæmlega þetta gerist hjá manni. Að það kemur þetta sjank eða húk eða bara jörðin eða hvað það er. Óþolandi. Já. Þú veist, það stundum, maður þarf rosa einbeitingu til þess að ná að halda út alveg þessar 18 hólur. Í hverju ertu best? Í golfi? Stuttarspilinu? Nei, ég nefnilega ekki nógu góð í stuttarspilinu. Ég er svona þokkaleg, ég get átt rosa góða dag í pútum, ég ekki góð í nægilega góði típinu, það það sem ég þarf að, ef ég á að komast undir 10 þá verð ég að laga típin. Já. Alveg bara algjörlega þannig. Ég ágætt, ég þarf kannski að fá mér aðeins betri dræfin, ég allir sé ekki mest stabil í dræfunum. Okay. En dræfin skipta ekkert, þú veist, það annað höggi sem skiptir öllu máli. Já. Hvenær byrjaðir í golfinu? Fyrir 10 árum. Þú ert að vera alveg íþróttakona til þess að byrja svona seint og 10 árum komast niður í 11. Hversu góð varstu í handboltan? Ég var ekkert, ég á unglingalandsleiki og einhverja mjög fáa landsleiki. En ég var alveg ágætt, þú veist, ég var góður varnarmaður, ég var þokkalega á línu. Já, þú varst varnarmaður og línumæður. Já, og svo leysti ég af og til af sem miðjumaður. Til dæmis þegar við unnum Val í bikarúrslitum, strákar 1983. Já, ég man við þeim leik. Já, einmitt þú manst eftir þeim leik, þú varst ekki eins og hugmynd þá. Nei, ég var aðalega línumannski en stundum í vinstra horni og stundum á miðju. Varstu kvíkind á línunni? Varstu að klípa og... Nei. Ég hins vegar man eftir því að 82, 83 þegar við vorum að keppa í stelpuna, vorum komnar hérna upp, við vorum 17 og 18 ára og hvað það var og vorum að spila mútið F-stelpunum sem ég gekk síðan til liðs við og þar voru sjúklega góður Íslandsmeistarar þessi ár og þá var hérna ein sem var sérstaklega ákveðin og gróf og var svona, þú veist, að klípi buxurnar og passa og þú veist, og ekki grófbent en hún var stríðin ótrúlega klók manneskja, las leikinn og það var náttúrulega seinna mákona mín, systir hans Kristjáns Kristján Aradóttir sem var í þessu og ég var alltaf hverju þið verið að taka, þú veist sakleys úr breiðholtinu, kunni ekki þessi triks en síðan breyttist það Yes, Leifur, þetta næstum Já, næsta að því við erum að tala íþróttir, hvernig fer Liverpool vs Norwich á morgun? Frá Unnar Pál í 3-1
3-1. Vinnur Liverpool með málum á þessu tímabili? Já, við gerum það. Liverpool lúkka vel, skal við ekki. Já, það er nefnilega, það var svona aðeins gagnrýni á innkaupin hjá honum, þú veist, lítil innkaup. Já. En mér finnst... Konuði Van Dijk eftir, það mun Já, mér náttúrulega, þú veist, Van Dijk á síðasta, þú veist, það var þess vegna sem við unnum þetta ekki. Já. Já, mér finnst það. Já. Það er mjög góð punktur, sko. Já. En ég held að við munum ná bæði að vinna enska titilinn og meistaradeildina. Ég held við náum ekki að vinna bikari, en við munum gera þetta. Já, við munum bara að vinna. Já. Það er alltaf gaman að hitta óheita Liverpool stuðningsmenn hérna í AHA-stúdíónu. Já, ég viðurkenni alveg að ykkar lið. Chelsea lítur vel út og hann er hann Tuchel eða hvað. Já, Tuchel, já. Að hann er klókur, þú veist, næstu jafn klókur og minn maður. Já, Klopp. Minn allra bestu Klopp. Ég var reyndar að tala um þetta, sko. Þó þessi engin Liverpool-maður að það var einhverju, ég ætla að vera að vinna með allt og mörgu United-mönnum, sko. Og þeir voru að tala um það. Hversu leiðilegt er það? Þetta, sko, málega bara það. Ég sef hjá United-manni og þetta er bara erfitt, sko. Já, þetta er... Þú veist, getur ekki lagað líka vindin, hann Gísla? Ég sko... Ég finnst samt, sko, og ég er ekki hann leiðileg þó ekki að tvennu illu þá finnst mér Liverpool með leiðilegri, sko. Ég þarf ekki að vera þessu skoðun. Ég er sem bara lapp út á. Þá er ég að tala um almennt, sko. Þetta er stóra orð, en þau eru geimt. Já, þau eru geimt en ekki grafin, sko. Nei. Bara alls ekki. Nei, við vinnum. Ég var aðeins að renna við spurningarlistan og þá myndum við, eða þess að þú talaður í byrjun að þú verður alltaf smá stressur þegar þú kemur fyrir framan skjáinn, eða kemur í skjáinn. Þú varst alltaf dómari í Íslands Got Talent. Já, frábært, það var svo skemmtilegu tími og það er skemmtilega núna í dag, þú veist, ég kem inn í... til meiri random ráðning bara í sögu í þessu sjónvars? Já. Ég man maður bara... Nei, ég bara, þeir að hringja mig. Hélstu þetta að vera fallmyndar? Já, ég hélt fyrst að það væri það, en svo hugsaði bara, við hugstuðum með alls konar að þú veist að ég hefði verið mennta- og menningarráðherra og þú veist, ég væri alveg með innsýn og eitthvað og þið vissi alveg ég geti varla sungið en ég hefði gaman á tónlist og allt það en ég hugsa bara, já, þetta er djart. Já. Hver voru með þér aftur? Fyrra árið var Bubbi og Þórunn Antonía og Jón Ragnar náttúrulega. Og svo var Eddi. Þetta er náttúrulega að kynnast þessu fólki er svona eftir á bara, þú veist, bara algjörir bara gullmálar. Og Eddi er náttúrulega, hann er æðislegur. Hann er æðislegur og náttúrulega Bubbi á sinn, þú veist, þetta er náttúrulega mest að mínum að þetta er eitt mesti listamaður sem við eigum í dag. Þú veist, náttúrulega eitt mesta ljóðskáld sem við eigum. Ég hveti ykkur lesiði bækurnar, ljóðabækurnar hans Bubba, það eru frábærar. Er það í upprunalegu textunum hans eins og myndina sem hann gaf? Það var mjög flott. Nei, ljóðabækurnar eru ekki eins og hann skrifaði. Nei, ekki söngtextanir. Nei, þetta er ekki söngtextanir. Þetta er bara ljóð sem hann eins og rof eða öskra, veitir hvað heitir náttúrulega öskra gata á myrkrið. Tvær bækur sem eru frábærar. Og ég mæli eindrið með það er bara íslenskan hans Bubba og sitja hann niður í herbyggi með hann þegar hann var að semja lög, það kom texti og hann var að lesa alls konar og þú svona fara með alls konar hluti bálka sem hann var með í kollinum. Ótrúlega aktífur einhvern veginn. Ég held þetta sé einn og þú veist, ég er alveg upp af listamanni, pabbi var leikari, heima var mjög margir listamenn og listafólk, fylgdist vel með leikhúsinu, það er mikið tónlistafólk líka og allt það, en hann Bubbi á sinn hátt, bara því að heyri það, ég bara elska og dýrka Bubba. En síðan var náttúrulega Þórunn Antonía frábær, síðan hún fer í fæðingar Ólaf og hún Selma Björns kemur fyrir hana, hún er líka náttúrulega geggjuð og svo er náttúrulega Jón Ragnar sem er einstök persóna og það er að vera í kringum hann þetta er svona manneskja sem þú vilt alltaf vera í kringum, það er þessi nærvera og þessi bræður eru náttúrulega algjöru snillingar. Frikki Dór þú veist, þeir eru ólíkir. Þú ert auðvitað litið, þú ert hafningur, en þeir eru samt skemmtilegir, sko.
Nei, þeir eru náttúrulega, þeir eru einstakir, sko, þú veist, svona eru F-fæðingar reyndar alltaf. Já, fyrir utan það. Já, fyrir utan það, en það eru alltaf hressir, þeir eru alltaf stríðnir, ég elska stríðnir, ákveðin kaldæðinni sem kemur í þið, en þeir eru báðir með sko, þeir eru gullamanni, þeir eru bara einstakir og ég hef bara reynda út frá alls konar sjónarmið, ekki bara út frá Íslands gott talent heldur hvernig þeir hafa verið hjá eitt fatlað barn og bæði hvernig Jón Ragnar og Frikki Dór hafa nálgast þann hóp bæði hana en líka allt í kringum þá sem eiga sárt að binda, það hefur verið svolítið áhugavert að fylgjast með því hvernig þeir eru, það fattar það ekki allir, þeir eru að gera heilan helling fyrir fólk og það veit enginn að þeim. Nei, akkurat. Já, þeir eru einstakar veru, sko. Það er bara þannig, sko. Já, mér langaði rétt aftur að þess að Ísland gott talent, áttur eitthvað uppáhalds moment, eitthvað sem stendur upp úr svona? Auðvitað er náttúrulega frábært sjá bara það að vera í kringum Bubba með að smíða tónlist, ég get eiginlega ekki ímyndað með fallegri hlut, sko, en það var kannski frekar á sviði. Nei, það var... Íttir ofta á hana, hvað var aftur hana, gulltækinu? Já, það var einhver, ég ítti á gullnappum nokkru sinni, það var... Kannski oft? Já, nei, það var náttúrulega, hann var alltaf sætur, hann Jón, litli strákurinn, töframann, hann var sætur, en svo voru þarna atriði sem að mér fannst algjörlega fárleg, sko, og ég... Varstu ofta á erfna handa? Já, ég var alveg bara, Þorgeir, nei... Varstu bara... Ég var ráðherra þegar korteri síðan ég mætti þetta, hugsaðu það? Nei, það gerði ég ekki, þetta var eitt af skemmtilegsta sem ég hef gert. Já, fyrst ég hugsaði bara ráðherrastólum ég að hlusta okkur að trúa. Nei, alls ekki, þetta var nefnilega, þetta var geggjað stuð að vera í þessu og það sem var líka skemmtilegt var að kynast alveg tæknifólkinu. Já. Sjá bara hvernig það að vinna og svona öll aðgerðin, oppar í svona í kringum eina útsendingu. Sjónvarpið er ótrúlega heillandi miðill eins og ég sagði mér finnst að það er eitthvað þarna, það er einhverju töfrar finnst mér og sjá hvað hægt að gera, náttúrulega Magnús Viðar sem var pródusent og svona stjórnaði þessu öllu, algjör snillingur líka, en eitthvað eitt moment það var þarna sem það er enn verið að skamma mig fyrir því að segja nei við hann, hann var ógeðslega leiðilegur, fyrirgefðu bara ef þú ert að horfa eða hlusta, kom hann hálf öskrandi og fannst hann vera alltaf að segja einhverja brandara og hann heitir er þetta Stressið tók yfir? Nei, já, Stressið tók, já Stressið tók yfir, er ekki þess ekki? Mér finnst það frábær, hann er ennþá tróð upp, sko. Já, hann er ennþá tróð upp, ég veit það. Þetta er bara besta atriði bara en síðan er náttúrulega Bríet, hún var Já, var hún þetta? Já. Og spottaði þú þetta og sagði já? Já, ég sagði já, en ég átti hann ekki að hún yrði svona stór. Þið búin að sjá Rómeó og Júlíu? Nei. Þið að fara að sjá Rómeó og Júlíu fyrir utan að Ebba Katrín, F-fyrringur og F-fáingur, hún er við buðum bara F-mafíun þetta í Nei, þið verðið að fara að sjá Rómeó og Júlíu. Þetta er, mér finnst frábært. Ég býður að Jón Ragnar kom með þetta. Já, geti verið. Sko Halldórsson, já, einmitt. En nei, þið verðið að sjá þá sýningu af því að það er verið að setja Rómeó og Júlíu fram fyrst mér þannig að fólk tengi. Já, einmitt, er þetta ekki áður gerast í dag nútímanum? Já, það er þannig. Það er óbáslega töfrar aftur, töfrar leikhússins, mikið sexapíl í þessu, leikarar og þú veist, þau að standa sig ótrúlega vel. Hún Ebba er framsögnin, fasið, tjáningin, svo kemur Bríet, það er tónlistin, það er bara einhvern veginn ótrúlega flott, sko. Og ég mæli eindriði með þessu. Systir mín sem er í á fyrsta ári í menntaskóla núna sagði Sturla Atlas er svo sætur. Fyrst sem hún sagði þegar hann kom að sýningunni, sko. Nefnast það mjög flott sýning. Já, Sturla bara Sigurbjartur, held ég að hann heiti Sigurbjartur Sturla, já. Hann er frábær og svo náttúrulega pappans, hann allir hann er stórkostlegur leikari með framsögn og einmitt fasið, þessi tjáning, þannig að mér finnst þetta að vera bara stórvirki hjá Þorleifi og bróðurinn sem að gera líka, held ég, handritið eða endursemur þetta og fleirum sem að stóða þessu. Þannig að leikhúsið er eitt af mínum uppáhalds, sko. Það er hægt að gera náttúrulega stundum líka ömurlega hlutum, maður situr kannski 3 tíma og maður hugsa
hvernig í fjandanum hægt að gera svona lélegt. Já. En leið þegar þú lendir á góðum sýningum eins og Rómeó og Júlía núna okay. að það verið að spila á alla strengina hjá þér sko. Og það gaman líka það var líka allmis gaman þegar maður var á sýningunni að trúið þið ekki en oft ég svona með yngri skipunum með yngra fólkinu í leikhúsi ég var eiginlega bara með eldra fólkinu því að allt inni var bara fullt af ungu fólki og það iðaði alltaf lífi og það var geggjað. Já, það sem ég heyrði af þessu, það litla sem ég heyrði af þessu var líka að þeir gáðu sér, sko þetta var ekki sjötta sýninga eða neitt en þeir gáðu sér samt tíma til þess að fyrir sýningu bara, það voru leikararnir bæði Ebba og Sturla bjóðu sér fram í myndir og spjallaði fólki sko, svona gefandi, það eins og það erfitt að vera leikar og gefa svona mikið af sér út á sviði, það ekki sjálfsagt fyrir leikarna að koma fyrir og eftir sýningar og spjalla sko. Nei, bara alls ekki sko. Það ekki það. Þannig að Hefur þú einhvern tímann, færð þú oft bólamoment, Þorgeir? Andar að þig? Sem sagt þegar hvað? Já, það var spurning sem ég ætla að koma á, sorry. Frægasti einstaklingur sem var hitt í gegnum þín störf? Skemmtileg. Það svo oft sem hún að tala og ég með svo margar spenningar og svo leið en núna myndi þessa. Það gleymir náttúrulega engin myndina sem þið Davíð sem með Mike skóin að hilsa Barack Obama. Það mjög skemmtilegt. Átt þú þannig myndað þér? Nei, ég á ekki. Útbólgin? Ég hefði sko alltaf því drepið til þess að hitta Barack. Já. Nei, það Birkir og Leifur í aðstúdíónu? Já, það uppað það? Já, þú veist, það svona, þú veist, Hákon Krónprins í Noregi mjög huggulegur, konan hans, eitthvað svona, Pedro Sánchez, forsætisráðherra, Spánar og Felipe, mjög flottir. Hvað svona eftirstæðasti minningunni? Hvað svona... svona stærsta nafni bara Quentin Tarantino. Ég datt í það með honum á fóra og á eitthvað knæpuröld hér í bænum fyrir einhverju síðan þegar hann var með einhverju vinnu sínum að taka upp alveg reyndar hræðilega lélega mynd. Það sem að Eyþór sem núna sá framtakssami maður gerði sem búin að með Spalagún nýja í Kópavogi. Hann lék þar var í aukahlutverki í þeirri mynd og var Hostel. Hostel. Alveg rosalega. Já, einmitt. Það sem að var hausinn hann var tekinn og eitthvað. En Quentin og vinur hans, það hafi ekki verið, það var skemmtilegt. En síðan bara ef maður hitt þessa ráðherra. Jú, ég fór í heimsókn í Downing Street 10 þar sem að Thierry Blair og hitti Tony Blair fyrir mörgum árum síðan. Það var gaman. Það var ótrúlega gaman að koma heim til þeirra að maður fór í gegnum 10 en þau voru með svo mörg börn að þau bjuggu í 11 og svo kemur maður upp og sko hún náttúrulega, það má ekki segja því það ekki réttrúnar í dag en Tony Blair þykir ekki margra augum ekki náðilega góð, mér fannst það frábær. Þorðataka ákvörðunar var svona liberal en en það var gaman að koma til þér, þau var nýbúin að eignast þarna yngsta, hann heitir Lukas, eða hvað hann heitir, whatever. Og það var bara drasl út allt. Og það var verið að spila, þú veist, AC/DC eða ég man ekki hvað það var í einhverju herbyggju og þetta var bara heimili. Gæði sem var nýbúin að setja hryðjuverka... Venjulegt fólk. Já, bara venjulegt fólk og svo bara verið að tala við reyndar einhverja miður skemmtilega fórseta eins og George Bush og eitthvað. En... ég bara með þetta í bókinni, ég skal bara flettin upp þegar ég kem heim. Ég er með 2 bónus hraðaspurningar og þú verður að svara svo fljótt og hún mátt ekki segja öll ráðuneytir eru frábær og það verður frábært, mástu, klísur bannaðar, þú slafst einu sinni, uppáhaldsráðuneytisstjórinni. Uppáhaldsráðuneytir sem ég hef unnið í? Ég hef bara unnið í 2. Já, það var ekki flókið. Já, ég var lengur í menntamálaráðuneytinu þannig að mér fannst það skemmtilega. Ég var verk að vinna í sjávarútvegsráðuneytinu og það var ótrúlega gaman. Guðni labbar að þér eftir kosningar, við erum ekki ógeðslega vel, fengu 20% fylgi. Já, ég er rétt að vona það, skálum fyrir því. Og hann segir bara, veldu við ráðuneytið Þorgeir. Þá myndi ég segja við hann,
Ég ætla að búa til málefnasamning fyrst. Og það fer eftir málefnasamningnum hvaða ráðuneyti við leggjum áherslu á. Og hvaða góða og skemmtilega fólk með þér? Já, ég sé alveg því að horfa á forystu flokkana, þá sé ég alveg fólk sem verður auðvelt að vinna með. Það er, þú veist, ég er að reyna veiðuppbúðu núna, líklega þekki það. Þið útilokið ekki neitt, er það nokkuð? Nei, ég gera það ekki, bara alls ekki og það er alltaf verið að fá okkur til þess að útiloka hinn á þess að það bara kemur ekki til greina því að endanum, sko, þú veist, ef við erum að fara að útiloka þennan eða hinn flokk og það er alltaf bara sömu 2 flokkarnir sem ráða þessu, það er Vinstri græn og Framsókn og ég ætla ekki að láta það gerast enn og aftur. Nei, og það er skemmtilega hvernig pólitíkin í Svíþjóð er það sem að fólk, eða sem að flokkarnir eru að gefa upp spilin, sko, fyrir kosningar, það er ekki eitthvað smá sem við megum horfa til eða? Bara svo að fólk fá eitthvað sniffa í allavega hvað er að fara að gerast þegar þú kýst þennan flokk. Eða er það bara erfitt? Já, það eru þau allir að sammælast það. Það þýðir ekki að það sé einhverju 2 eða 3 sem gera það. Því síðan er það 2. Þú ert búin að slá vopninu höndunum þér leið og þú segir eitthvað X. Það kemur ekki til, þú veist, það sem ég vil freka gera er að því mér finnst með þessu ríkisstjórn, þráttur þetta yndislega fólk sem að situr hana langflest, ekki allir, en langflest, sem er í henni, að hún er búin að vera rosalega mikið á jörunum. Það er bara, við erum að sjá heilbrigðisráðuneytið, það er bara einhver sósíalismi sem að ræður þar ríkjum og síðan erum við að sjá, sko, jaðran á hinn veginn, þú veist, það bara má ekki hreyfin í sjávarútvegi og jari, þú veist, og það vantar alveg miðjuna og bara fyrirgefið kæri Framsóknarmenn en þið bara gleymdið ykkur, þið stóðu ekki vaktina og ég myndi vilja sjá jaðran að koma inn á miðjuna. Já. Þú veist, ég geti unnið með öllum þessum flokkum en þá verði þeir að hreyfa sig frá jöðrunum. En eru, af því að ég veit að Leifur er að reyna að forðast pólitíska spurningar eins og hann getur í kvöld og er búin að horfa fram hjá mörgum. Þannig ég ætla bara að segja þetta. Þarna, þú nefndir sem ég var svo áhugavert, Framsóknarflokkuna 4, ekki 3, sem ég var skemmtilegt, sko, sem var Sjálfstæðisflokkur, Vinstri græn, Framsókn og Miðflokkurinn. Og þú basically segir að þetta séu bara sami flokkurinn í grunninn. Já, það er þannig. Já, þú veist, einhverja smá breytur hér og breytur þar en í stóru málunum sem að skipta þjóðina máli. Þú veist, í sjávarútvegi, þú veist, landbúnaðurinn eins og hann er byggð upp, þú veist, kerfið eru bændur að hafa það gott? Eru neytendur að fá það besta? Nei, eru milliliðirnir sem græða á landbúnaðinn. Það má aldrei snerta hérna ákveðnum málum, jafnvægi atkvæða, þú veist, alls konar mál sem að er alltaf settur þessi hlemmur á og síðan er bara hitt látið jafnlega. Þetta er engin metnaður í þessu. Já. Þannig að hérna, já, þú veist, það er góði elementi í öllum þessum flokkum en mér finnst oft á tíðum framsóknarelementin verða mest ríkjandi. Íhjaldselementi getum við kallað þetta líka. Þú veist, þetta er svona ákveðin íhjaldsmennska sem að vill ekki breyta neinu og þú veist, það þarf ekki alltaf að vera neikvætt að vera íhjald. En þú veist, bara komið hreint fram og segið þið eruð íhjald en við ekki henni það bara. En fyrir þá sem eru öskrandi og berjandi að skjáin heima á sér og segja hver er munurinn á Viðreisn og Samfylkingu og Pírötum til dæmis, þú veist, það er örugglega vopnið þeirra á móti. Já, þú veist, og ekki bara það heldur, ef við erum ekki systurflokkur Samfylkingar, þá erum við litli sjálfstæðisflokkurinn. Og ég er að einfaldlega segja, við erum bara Viðreisn. Þetta stórt bíl hérna á milli, sko. Já, ef við erum alveg að vera hreinskilin að það eru þetta ákveðin hópur í sjálfstæðisflokknum, ákveðin hópur jafnvel í Framsókn, ekki stórreyndar og einhver hópur í bæði Samfó og Pírötum og síðan Viðreisn sem að gæti verið svona ákveði frjálslynda mengi en það er ekki að ná saman. Þannig að við erum bara, Viðreisn við erum með og við höfum sagt að, þú veist, hægri hagstjórn, vinstri velferð, þú veist, við megum ekki gleyma þessu, þú veist, meðan að með fullri virðingu fyrir vini minni í Samfylkingu, mér finnst þau eru að skilgreina sig sjálf þannig, það er ekki ég sem er að segja það, en við erum að heyra frambjóðendur hjá Samfylkingunni segja það sjálf að þau séu vinstra megin við Vinstri græn, nálægt sósíalistum og nálægt Pírötum. Ég held að þetta sé svolítið sönn lýsing hjá frambjóðendur Samfylkingar að lýsa sig þannig, þau eru komið rosalega mikið til vinstri. Já. Eru þau orðin annars sósíalistaflokkur? Ég veit það ekki, en mér finnst þau ef eitthvað er þau eru að nálgast þann væng miklu frekar heldur en að nálgast okkur. Já. Og þannig að mér finnst við vera pínlítið ein núna á þessari frjálslyndu miðju. Hvernig er
sorry, ekkert stress, bara. Já. Hvernig þú veist, ef þú bara segir bara fólki sem er að hlusta og horfa, hvernig horfir Ásinn við þér? Ef við tökum bara gamla góða grafið sem við þekkjum ágætlega. Þú veist, þetta svona mittlaði steinin eins og fólk heldur? XG er bara lengst til hægri, VG og lengst til... Nei, þetta er miklu nær sannið þessum sem að einhverjir hafa verið að kynna, þú veist að það er, þú veist, frjálslyndi og íhald og það er svona alþjóðahyggja og svona einangrunarstefna eða þjóðernishyggja og við erum náttúrulega mjög ofarlega ástum þar sem að alþjóðahyggjan og frjálslyndi mætast meðan að þú veist aðrir flokkar eru bara annars þar, ég ætla ekki að vera að skilgreina þá nánar en það er engin nákvæmlega, þú veist, við erum aðeins nær frjálslyndinu, nær hægra megin ef það er hægt að orða það þannig og nær alþjóðahyggjunni meðan og við vorum svolítið einn þar á þessum ási, hvet fólk til þess að skoða það en meðan að aðrir eins og Píratar og Samfó og VG og ég tala nú ekki sósíalista og Flokk fólksins sko, þetta er alveg lengst til þú veist svona ystu mörkum. Já, akkurat. Leifur. Nei, þetta sko ég verður að koma inn á það að þú veist ég er alls ekki á móti þessum pólitíkusspurningum, það er algjörlega rúm fyrir það en bara líka gaman að þegar við grípum Þorgeiri í svona þátt að fá aðeins að kynnast manneskjum líka sem fær kannski ekki að spurningunum sko. Það er rétt ég efast að hann sem spurt hvað hann með Þorgeiri í pallborðsumræðunum sko. Jú, það er fyrsta spurning. Er það? Nei, er það ekki kemur 30 sekúndur fyrir þjóðuna, það kemur bara hvað er allir með í Þorgeir? Já, einmitt, hvað er allir með í Þorgeir? En já, áður en ég kem að hraðaspurningunum þá langaði mér rétt að koma aðeins inn á Dómus Nóa sem eru með okkur. Já. Og málið með Dómus Nóa er að þegar þú Þorgeir, þeir eru með frítt verðmat. Já, 10 sem ári. Einu sinni mánuði. Það er náttúrulega flóknar að það. Það var fínt fyrir því að fara það. En það er gott. En þú ætlar ekki að fara að vatna fyrir mér, það skiptir ekki máli. Nei, ég er ekki að fara það. Ég bara fer alls ekki það. Ekki nema kannski bara í sveitina. Já, ok. Já. Málum með Dómus Nóa, ef þú ætlar að kaupa þá verður að vera bara á rífræðstakkarum, ef þú ætlar að selja þá verður að vera tilbúin að lúsa strax. Það er bara eitthvað sem við segjum fólki ef þú ætlar að nota Dómus Nóa. Það er bara þannig. Ok, þetta fróðlegt. Já, og svo erum við Payday að lokum. Payday eru bestu vinir einyrkjans smára fyrirtækja sem jafnvel stærri fyrirtækja. Já, vel gert, já. Já, vá, tekur við vel út með þessa. Er það ekki? Jú, þeir sjá bókaldi bara fyrir því og svaraði já, hún má mæta með hann á föstudagskvöldi. Endilega klappa þetta. Já, þetta er fínasta húa. Er það ekki það? Jú. Ég bara, við Leifurum mjög stoltir af henni. Já, en enda merkti mótið hann svona fallega fyrir okkur. Fallega. En þá er komað að hraðaspurningunum. Ertu klárið þær? Nei, veitu, já, Birgir, Birgir, ég ætla að leyfa þér að taka seinnipartinn aðeins. Það ertu nokkur að lókin. Ertu klárið það? Sko Leifur vill ekki benda sig við Þú veist, þetta veit ekki að gott að þú færir tölvuna yfir til þess. Málið er bara að ég segðu bara eins og þér. Pólitík er ekki að mínum aðaláhuga. Nei, þú ert það ekki. Herru, fyrsta spurning. Pólitík er ekki þitt, forte. Nei, ekki mitt forte, myndi ég segja. Nei. Ok. Þetta er spurning / umræða. Hún er búið að það. Ok. Ég veit byrjað á með það sko, ég tek að 3-4 sem viku sko. Hefurðu prófað það ekki það? Nei. Alltaf sko, við í gamla daga skilurðu, eins og þú veist skilurðu, maður hélt að maður geti bara panta pítsu heim. AHA er bara búið að breyta leiknum. Þú getur bara pantað allan mat heim til þín. Þetta er rosalegt sko. Ok. Þannig að mælum með. Og umhverfisvænt að sjálfsögðu. Og þeir spurðu, er það skylda fyrir samstarf ríkisstjórn að þeir eru opna á Evrópusambands umræður? Þetta kom líka í pallborðsumræðum sem ég hlustaði á. Eigum við ekki að segja Viðreisn er ekki flokkur úrslita kosta. Ok, þið vil ekki segja, já. Nei, já. En ef að við setjumst við samningabordið ríkisstjórn, þá verður samið okkar málefni líka. Ok. Öll okkar málefni líka. Já. Þannig að það er það sem ég segi. Ok. Ef að við setjumst þarna inn,
þá verður samið okkar málum. Þetta verður ekki einhver einhliða samningsgerð. Og næsta spurning mjög pólitísk og þú skalt passa þig. Dómus Nóa spyr og þeir vilja vita hversu mikið skammaðast þau þegar Leifur bombaði á gaurinn á mótorhjól? Já, ég var reyndar að segja Ég var bara að gleyma því. Þú ræður hvort þú segir lögi en það Nei. Jú. Nei, ég bara, þú gerði þetta rosalega faglega. Þú varst frábær. Ég var að fá að segja þessu sögu. Ég sem sagt, ég á leiðin í matar. Veist þú af þessu? Nei, ég er ekki múin að segja þessu sögu, ég ákvað að geyma hana bara, en sem sagt, ég og Gísli, svona erum góði vinir, mjög góði vinir, bestu vinir jafnvel, og við erum bæði á leiðin í matabóð, sem sagt heim til þín, mér er boðið, og ég sæki þig, sem er ekki frásögu færandi nema á Hlíðarenda, á ljósunum þar, þá er leikur í gangi, sólin skín beint í augun á mér og brjálulæti, nei, það var engin læti á vellinum, en síðan er eitt mótorhjól fyrir fram mig. Og það er ennþá rautt en ég sé ekki neitt og ég líti ekki einu sinni, ég veit ekki henni það alveg og ég heyri bara RR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 
metra fram og maðurinn náði því. Nei, það var ekki alveg marga metra. Mér leið þannig. Nei, þetta var bara örlítið, þetta var bara svona... Já, ég fór laust á hana, mér fannst það, eftir mótorhjól skuð svo langt einhvern veginn. Allavega hana. Maðurinn náttúrulega bara nýkominn af flugvöllum, nýkominn af flugi, bara þreyttur í hann til þess að það hefði gerst í gær, sko. Hvernig er það? Lánið áláni að fór ekki verð, sko. Nei. Hvernig er það? 5 ár síðan eitthvað. 5 ár, já. Já, allavega eitthvað síðan. Nýkom síðan. Tildur ár, eitthvað slis. Já, kannski ár 2. Svona 3-4 ár síðan. Já. Og hérna, já, að því hann er, við erum stopp, við erum kyrrstað, þannig að eðlilega er hann pínu svektur, nýkominn af flugi, þreyttur. Eiginlega er hann brjálaður, sko. Já. Og ég náttúrulega... Það skilur maður það, sko. Já, og ég var bara, mjög lítill í mér, sko, en þá er mjög gott að hafa þig sem sáttasemjara, sko, því þú gerði það mjög vel, sko, varst bara... Ég var bara mjög feginn að hafa það eftir á, sko, við getum alveg sagt það. Þetta er líka skemmtileg saga, sko, við erum fyrir þetta metro, spilum að skutlan og klessa á, sko. Hann var eðlilega fyrst mjög reiður, en við náðum, þú varst líka náttúrulega, ert svo indæll. Það er erfitt að vera reiður út í leik. Já, það er mjög erfitt að vera... Ég held hann hafi átt... Og svo er ég bara svona, það er rosalega erfitt að reiðast hann, sko. Ég held hann hafi átt að segja því, hann var náttúrulega, þú veist, hann hefði rokið í því hana. Hann var ekki krasáttur. Hann var að koma í mitt, hann var að koma úr flugi, þetta var, þú veist, greinilega maður búinn að vera undir mikla álagi. En hérna, þetta leystist allt. Þetta hafðist fyrir rest. Já, jú. Og hann slasaðist ekki. Nei, ekki þar að því. Nei, hann slasaðist ekki. Okay. Sko, en við leystum þetta. Já. Payday, þessi umræða er eiginlega búin að, við erum eiginlega búin að taka hana, en Payday, þeir vildu vita sko, Payday, hvað gerir þeir? Já, ég tók það á hann, bara draumir eingers fyrir lítil sem jafnvel stærri fyrirtæki, sem sagt bara leysa bókhaldi fyrir því. Margir segja að þessi besta var alþingi er Payday. Þeir segja að þeir eru miklu handbolta á mig. Já. En þið vilja vita hvað sem góðast í handbolta og búin að segja að þú áttir náttúrulega landsleiki og ólíka spilaði línu. Var góð í vörn. Hafsend í vörn. Hvaða leik náðu að skora flest mörk? Hvað er maxið þitt? 5-6? Maxið var nokkru sinnum 7-9 mörk og einhver í yngri flokkunum, sko. Já, það var bara í yngri flokkunum. Já. En í meistaraflokki var það svona jafnaði, þú veist að jafnaði var það svona 2-3 en ég átti einhverja leiki 5-6. Og hvenær gafstu handboltadrauminn algjörlega upp á botnin? Já, það hafi ekki verið bara, þegar við fluttum út í Þýskaland, ég var bara 20 en reyndar spilaði aðeins út í Gúmmelsbach, var með stelpunum þar, 2 ár út í Gúmmelsbach, svo bara hætti ég eftir það. Svo því ég kom heim aftur, þá fór ég að dæma handbolta. Já. Og mér varst það sjúklega gaman. Dæmdur ekki karlaleik? Jú, ég var fyrsta konan til þess að dæma leik bæði hjá meistaraflokki karla og kvenna. Og það var rosa gaman og ég hefði viljað sjá fleiri konur í því líka, bæði í fótbolta og handbolta. Það er aðeins að koma í fótboltanum, en handbolta verður að taka sig á. Já, mér finnst það ekkert koma svakalega óvart að þú hefði fundið í dómaranum með við pólitíkina að þetta er bæði mikið áreiti sem þú þarft að þola, eða hvað?
Ég held að það skiptir máli að hafa að spila handbolta og maður skilur alveg, þú veist, þú ert dómari, þú ert ekki að dæma allan heila helvitis, þú veist, þegar ég ánægt ekki að blóta svona, bara, ég er að reyna að venja með því, en hérna þú átt ekki að dæma, þú veist, það eru mjög margir dómarar, finnst mér alltof margir dómarar, sem eru bara rosa fljótur upp með, ef að þú segir sem leikmaður, þú sérstaklega varnarmaður, þú veist bara að segja nei, hvað að þér og eitthvað sko. Þú veist það er bara hluti af ástriðinni með handboltanum og þú átt ekki að vera flaut eftir eyranu, lón og dón. Þú flauta, þú veist, út á hvað leikur ekki einhver. Já. En auðvitað er það þannig líka ef að leikmenn halda áfram eftir svona 5 sekúndur og jafnvel 10 sekúndur og þá náttúrulega fer að segja, heyrðu, þú veist, kæri vinur. Þannig að ég var ekki mikið í því að henda fólki út af fyrir kjaft en það var ekkert endalega mikið það. Einu sinni sem ég spjaldaði eitt fyrir og reyndar gaf hann rauðaspjaldið því hann var mikill dóni. Ok. En hérna, hann fór aðeins yfir strík. Já. Og vel það. En að öðru leyti er bara, þú veist, það er rosalega gaman að dæma handbolta því þú sérð leikinn frá öðru sjónarhorni og þú sérð hvaða leikmenn er að leggja mikið á sig. Mér varst væntu það eins og þegar því mitt framlag til FA á sínu tíma var alltaf að dæmi yngri flokkunum líka, öðru 3. og 4. flokki, karla og kvenna, þegar ein mamma úr Haugum sagði, ég vona að þú verður dómara því að það verður allt miklu rólegra ef þú verður. Þannig að ég tók því bara vel, af því þetta eru svona hasaleikirnir FA Haugar, í yngri flokkum sem meistara. Maður heyrt það sko. Herru, næsta spurning og hún er erfið og það væri gaman að þú getur afgreitt hana. Það væri gaman að sjá hvernig vilt að ég afgreiða það, Biggi? Kannski ég bara svari fyrir hann. Já. Herru, kemímenn og við vorum að með glussan og að þetta Þorgerður þekkir glussa vel sko og þeir spyrja bara af hverju fór Þorgerður úr Viðreisn í Sjálfstæðisflokkinn? Nei, úr Sjálfstæðisflokkinn í Viðreisn. Til þess að gera eitthvað gagn sko. Já, til þess að vinna, já, bara að eitthvað hreyfist, að við verðum alvöru frjálslynd. Það vantar frjálslyndu taugina í Sjálfstæðisflokknum, hún er upp á punt og ég bara netti því ekki lengur. Þetta var rosalega svar. En Dominos, sem vorum að jafnla þetta áðan, þeir segja, já, við erum miklu áhuga með sóttvarnir. Og þeir vilja bara vita, hefði Viðreisn gert eitthvað öðruvísi en nú er þetta ríkisstjórn í sóttvarnamálum? Ekki til að byrja með. Við studdum ríkisstjórnina af því þá var óvissan mikil, þú veist, allur heimurinn vissi ekkert hvað átti að gera, það var bara mjög skynsamlegt að fara eftir Þóróli. Og við studdum ríkisstjórninni því, það gáfust ótal tækifæri að pínlítið stríða ríkisstjórninni við ákváðum að gera það ekki. Af því að þú veist svona óvissa þá pólitískir stjórnmálaflokkar eiga ekki að vera að nýta sér ástandið. En síðan þegar bólusetningarna koma, meiri upplýsingar, að Þórólfur var að segja það og hann sagði það mjög skýrt sko, ég set fram áætlun bólusetningar og sóttvarnir. Það er síðan stjórnmálanna að meta hvaða áhrif þetta hefur á andlega líðana, á þú veist, félagslegar aðstæður, á atvinnulífið og mér fannst ríkisstjórnin pínlítið bregðast þar að mér varst hún vera, ég ætla ekki að segja alls ekki skitun upp á bak, alls ekki þannig en hún var hrædd. Hún var hrædd að taka pólitísku ábyrgðina og þú veist, þau voru búin að skýla sér svo lengi á bak við Þórólf að það var kannski bara þægilegt út frá svona pólitíska sjónarhorninu. Við ákvaðum ekki að segja mikið af því að enn og aftur þá skiptir máli að komast í gegnum þetta nokkuð samstæði núna þegar við nokkuð veginn komin í gegnum þetta að ég hefði viljað sjá stærri skref fyrr út úr afléttingum. En og núna sko þú veist ég hefði viljað bara sjá meira flesið, þú veist við erum að horfa á Danmörku, það er allt bara veist, og bara England, bara að horfa á Premier League í dag ekki minnum á það. Nei, við vorum að gera það og þannig að þú veist það er á endanum alltaf þetta frelsi með ábyrgð og þú veist það á alveg að gilda hér heima á Íslandi alveg svo er gildir út í Danmörku og Englandi og fleiri stöðum. Þannig að í heildina fannst mér þetta takast vel til mér, þú veist ég geti gagnrýnt ríkisstjórnina fyrir miklu fleiri hluti heldur en endilega COVID, í lokin ég hefði viljað sjá meira frelsi en við erum að komast í gegnum þetta og mér finnst það skipta mestu máli. Herru, mótið það var einhver lítill fugl sem hvíslaði þeim fyrir þátt að þið ætluðu að niðurgreiða svalfræðiþjónustu. Já. Við ætlum að gera það. Eitt fyrsta bara máli, þú veist,
við ætlum náttúrulega, fyrsta máli verður að senda, þú veist, einhvern ráðherra í ríkisstjórn. Já. Vonandi fjármálaráðherra sem verður Daði Már, vonandi. Já. Að semja við Evrópska seðlabankann. Fyrsta máli sem að tekur ekki langan tíma og þarf að fara strax í er að fara í að niðurgreiða sálfræðiþjónustu. Þetta er mál sem að við í Viðreisn við unnum að í 2 ár, fengum alla stjórnmálaflokka, fulltrúa frá öllum flokkum til þess að vera á málinu, allir samþykktu málið, en síðan gerir ríkisstjórnin lítið sem ekkert með þetta mál. Já. Og talandi um COVID, þú veist, það er meiri þungi, það eru meiri erfiðleikar með andlega líðan, kvíðir að aukast, þunglyndi er meira heldur en áður og við teljum að það þurfi sérstaklega að horfa til þess að ungt fólk sem er ekki með mikla tekjur á milli handana, er ekki með aðgang að sjúkrasjóðum verkalýðsfélaga eða eldri borgarar eða öryrkjar sem hafa ekki mikið á milli handana, þetta fólk þarf að geta leita sér að sálfræðiþjónustu og þetta er bara svona no-brainer eins og maður segja, ég hef ekki skilið af hverju ríkisstjórnin fór ekki í þetta, og þetta er bara fyrsta verk okkar í ríkisstjórn, það er að fara í þetta og verður svona helsta skilyrði fyrir því að verði sett inn í stjórnarskrá. 14 ára krakki borgar 18.000 krónur fyrir sálfræðitíma, klukkutíma versus sko það er bara hræðilegt. Já, þetta er, þú veist, þá að tala við með einstæða mæður sem hafa staðið fram með fyrir þessu að börnum þeirra er ekki að leita eftir. Þeir eiga ekki breyk. Nei, þeir eiga ekki breyk, þannig að þetta er eitt af þessum málum sem að, þú veist, maður veit að velvildinni hjá öllum en því miður var það þannig og hefur verið þannig að maður bara getur ekki álíkt að öðruvísi en að stjórnarflokkarnir þeir fannst erfitt að máli kæmu á endanum frá Viðreisn og það er bara ferlega sárt. Já, þú vilt meina að það hefði svolítið snúist það? Já, endanum snerist þetta bara það. Það er bara, þú veist, þannig að þú veist, sama hvar ég kem, hvort ég kem upp í Háskóla Íslands, Háskólann Reykjavík, framhaldsskólana, ég er á FH-leikju, þá er fólk að tala þetta við mig. Þú veist, kemur að fyrir að bara segja, heyrðu, þetta er það sem skiptir máli. Algjörlega. Foreldrar á leikjum koma og segja, heyrðu, börnin okkar hafa staðið í ákveðnum erfiðleikum, við ætlum að styðja ykkur út á þessu. En hvernig var þetta með sálfræðinga í menntaskóla, eða á skóla? Var það eitthvað sem var að því maður... Já, það er náttúrulega hluti, það er náttúrulega, það hefur bara, við skulum halda þetta til að það hafa einhverju leyti batnað. Já. Það er verið að reyna að greiða aðgengi þar en biðlistarnir eftir sálfræðiþjónustu, ekki síst fyrir ungt fólk, hafa aukist og biðlistar almennt fyrir, sko, hafa aukist hjá börnum. Já. Og svo er framsóknar stærðis að því að vera með einhvern barnamálaráðherra sem hefur því miður lítið sem ekkert gert varðandi biðlista því að biðlistarnir beinast að börnum, það eru biðlistar fyrir börn eftir talmeinafræðingum inn á BUGL, sálfræðingum og alls þú veist, sjúkraþjálfurum og hvað það er og biðlistar á landsbyggðunum og hann gerir lítið sem ekkert, þannig að þetta eru svona hluti af stóru málunum, strákar mínir. Já, ég sá þarna, ég held sko að við höfum tekið allt neðsta þarna, var þetta ekki, veist, hvað stjórnstæðar voru þegar það áhuga sjávarútveginn, það voru þarna, það var hreyfill líka, veist, bara að við reynum að afgreiða fljótt, hreyfill þeirra hafa mikið áhuga á sjávarútvegsmálum, við höfum talað þetta náttúrulega bara, veist, þetta náttúrulega bara aðal munurinn kannski á, veist, sko, það náttúrulega bara þrennt sem að því fólk segir sko, ég horfði á viðtalið við þig og Bjarna á Hringbrautin þar sem var kvótaði þig að þú sagðir að það mundir ekki útiloka það að Viðreisn myndi... Það var algjörlega klippt úr samhengi. Já, ég er að horfa á viðtalið sko, ég skil ekki hvernig fólk fekk það út. Nei, ég skil það ekki heldur, en það er bara svona, það er náttúrulega, það er alls konar clickbait í gangi. Já, en ég veist áhugavert þú búið að nefna það fyrir og svo við afgreiðum bara, að þú ert ekki að tala um að, Viðreisn er ekki að tala um að kollvarna sjálfskerfinu, heldur bara, þú tala um 3-5%. Já, að það verði 3-5%. Svo meira eða... Nei, af því að við verðum að geta veitt útgerðinni ákveðin fyrirsjáleika, en á móti verður útgerðin að átta sig á því að við ætlum að setja þá þennan hluta 3-5% á markað hverju ári. En hver eru rök, af því að eins og þú hefur heyrt milljón sinnum, rök sjálfstæðisflokksins, afsakið, þeim sem er að styðja kvótakerfið er alltaf þau sömu, að
já, af hverju Ísland eini ekki ríkisstyrkti sjávarútvegurinn í Evrópu og af hverju þarna, Færeyjar hafa reynt þetta og Rússar og þetta er ekki gengið þessi markaðsleið. Nei, það er bara ekki með því svo Færeyingar, taka alltaf Færeyingarna sem dæmi. Já, taka alltaf það. Af því að það var í 1 ár til 1 árs. Við erum ekki að tala um til 1 árs, við erum að tala til 25 ára. Já. 20 til 25 ára. Já. Við erum að veita miklu meiri fyrirsögn. Þetta er bara tómt pípa að miða við Færeyinga þó að það hafi verið athyglisverð tilraun. Við höfum reynt það og gerði það meðal annars með makrílni, það sem eru náttúrulega óbáslega miklir hagsmunir, að segja ok, gott og vel, við skulum ekki taka þá allt undir, leggja allt undir, prófum fyrir með tilraunastarfsemi með makrílni, gerum tímabundna samninga þar og bjóðum 35%, bara prófum okkur áfram. Nei, það bara má ekki hreyfa við einu eða neinu í þessum sjávarútvegi. Og ef að þetta ágæta fólk sem að þar starfar, hvað sem að er í útvegi, SFS eða Sjálfstæðisflokknum, Framsóknarflokknum, Miðflokknum, VG, fyrir ekki að vakna til vitundar það að fólki er ekki að kalla eftir því að við rústum sjávarútveginn, alls ekki. Við erum að fólki er að kalla eftir því að það sé greitt sanngjarnt gjald. Og ef að menn fari ekki að hlusta á það, þá fyrst er ég hrædd að það verði einhver öfgaöfl, hugsanlega til vinstri, jafnvel líka til hægri, sem að bara klúðra þessu. Já. Og við viljum við ekki, en fólk verður að átta sig á því að það verður að stíga skrefið til fulls. En það er stigsmunur milli Viðreisnar og þeirra sem vilja kannski... Já, það er mis munur á okkur á Samfylkingu, mjög skýr munur að Samfylkingin vill beita því ákvæði að allt verði innkallað. Við vilja hafa lagt það til í tengslum til dæmis við stjórnarskrána. Við viljum það ekki, við viljum ekki innkalla allt. Við viljum ekki banna framsal, við viljum ekki banna veðsetningu, sem er líka lykilatriði því að ná fram verðmætasköpun og hagkvæmni innan greinarinnar. Já. En við getum ekki bara verið þeim megin, við verðum líka að fara réttlætis og sanngirnismi. Byggðasjónarmið, er það eitthvað ég sé? Já, algjörlega. Byggðasjónarmið, við höfum sagt að fyrir hluta markaðsgjaldinu sem að fæst, þá verður settur sjóður fyrir landsbyggðina og þau svæði sem að hafa orðið hvað verst út í sjávarútvegskerfinu í gegnum tíðina. Og það er alveg kortlagt. Og þar myndum við byggja upp innviðu og það er náttúrulega sjávarþorp hafa breyst yfir í ferðaþjónustuþorp. Það er hægt að ýta áfram og undir það. En Þorgeir, ertu tilbúin í hraðaspurningar? Þetta voru ekki hraðaspurningar. Nei, það er núna. Ok, hraðaspurningar. En leiðu bara eitt, ætlum að leiðinni, er ekki bara fínt að hún labbi þér út sem fyrsti 100% gesturinn? Jú, það er ekki. Það var enginn í sögu katt, nú erum við að vera með þetta í rúmt hálft ár, labbað út án þess að tapa skák. Ég hef ekki rétt til því. Þú ert með 100% skor. Unnið alla skákinn sem við teldir í kvöld. Það var ekki gerst áður. Þú veist, þetta getur við stelpundar. Já, ekki nokkuð spurning. Þetta er náttúrulega bara... þetta er kannski smá pilla okkur, við þurfum aðeins að ríða okkur í gang. Já, ég held að þið eigið að gera það, bara vinsamlega ábending. Já, algjörlega, við tökum henni. Það er reyndar, ef ég fæ ávarpana bara stutt, það er í... Nei, geymum það bara, setna. Jú, komdu með þetta, þú veist, ekki vera feiminn. Ok, mér finnst... að vera, í fyrsta lagi er náttúrulega bara vandamál innan skákarnar almennt hvað eru fáar stelpur og hefur alltaf verið. Það menna að reynda að leita lausna því lengi. Og við báðir sem starfandi skákarnar til marga ára könnumst við það og höfum reynda að bæta úr því. En hins vegar er þetta spjalláttur og það hafa ekkert allir gestir kunnað að tefla sem hafa komið til okkar. Mér varst reyndar, hvernig ég setti þetta fram, hvernig þið býðu þetta í stíg, mér finnst þetta frábært. Aðgengilegt út af til þess að kveikja, ég voru að hugsa, já, þetta er kannski bara að tefla mér. Ég er ekki viss sem ég gera það, en þú veist, þið allavega slöktuð ekki á áhuga. Það er gaman að heyra. Það er jákvæmt. Hins vegar er bara, dýnamíkin. Þetta er bara svo erfitt. Það er bara, ég hef kennt allan heim, ég hef kennt á Íslandi, í Ástralíu, í Kína. Og þetta er bara eins allstaðar, bara, þú veist, ég er bara með 50 manna hóp og það er 25 strákar og 25 stelpur. En það einhvern veginn að þá bara er það alltaf þannig að, þú veist, og ég veit ekki, það er eitthvað verk að vinna. Já, ég held að það sé ekkert endilega skáklistarinn að kenna, það er miklu frekar
bara samfélagsgerðin já. sem að ítir ekki nægilega vel undir þetta sko. Nei, sko. Og svo finnst manni stelpunnar sem ná árangri í skákinni eru það sem vilja bara keppa við strákana og eru alveg sama hérna stelpunnar, eru bara ég ætla að vera best, skilur og við höfum alveg fengið nokkuð þennan dæmi, sko eins og þetta, ég mæli með fólk sem þá örfá úr hæðu sem eftir að vera Queen's Gambit, sko það bara geði ekki frábæri þetta gerði mikið fyrir bara skákreiknum heilt sem var mjög gaman að persónu hafi verið kona, sko það er bara einhvern veginn hvernig þið blönduði svona Bobby Fischer og Bobby Fischer, þetta var alveg Bobby Fischer þetta var bara svona mér varst frábært þeim þetta skildi vera maður þeirra að taka því annars bara sko. Þetta var til þess að fullta konum fóru að báði, heyrðu já, ok náttúrulega ákveð ekki að tefla reynda fyrst við erum að minnast á þetta núna það var bara komið dag eða gær sem sagt einn besta skákana allra tíma Gabriela Skvíli heitir hún var að kæra Netflix fyrir það að í lokin hvað segir við? Já, í lokin á hérna senstu þættinum þegar hann er að keppa við rússneska stórmeistarann upp á það sigra móti og hann segir lýsirinn eitthvað í þá áttina hann segir hérna, já ég bara man ekki það hefur engin kona náð slíkum árangri í skákheiminum nema kannski Gabriela Skvíli en hún tefli bara á móti konum sem var náttúrulega bara bull og algjör óþarfi en það fallega við þetta og þetta var smá þráður á íslenski skákmenn sko en það voru allir sammála um það yfir það heila væri þetta virkilega flott þeir voru alveg sammála þessari kæru og hún ætti kannski rétt á sér þetta var bara óþarfa ummæli og bara eitthvað einskot sem var bara einhver yfirsýn þetta er óþarfa einskot já, en yfir það heila var þetta bara virkilega flott og ég held að við getum verið sammála um það sko og gerðum mjög mikið fyrir skákina og líka bara að hafa konu í aðhlutverki ég ætla sko pabbi sagði mig fyrir það að segja við vorum að bjóða Þorgeir að fá að vera bara í hálftíma hjá okkur hún er ekki að tala við ykkur í 1,5 tíma ég segi, jú, við náum að spjalla á hana helling þegar þú menntamálaráðherra það eru stórmeistaralaun í skák eins og veist það er lögum stórmeistara já, og það er búið að tala lengi um að fella henni niður og ég veit að Lilja Dögg sko, ég ætla ekki að grípa orðið munn sko, en það er búið að vera lengi hennar stefnusgrá að fella henni niður því að eðlilega eru kannski aðrar íþróttarhreyfingar ekki sáttar með þetta bara heyrðu, come on ég er hérna að standa með frábærlega hérna á skíðum eða hvernig sem það er og það bara er einhver skákmeistari hérna mætir hérna og er bara í fullri vinnu annars staðar en fær hérna fullt af pening mánaðarlega frá ríkinu ef Viðreisn fengi menntamálaráðuneytið ég ætla rétt að vona að þið er ekki að fara að taka stórmeistaralaun Nei, það þarf samt að endurskoða þetta við eigum að vera Já, átti ekki verið frekar með einhverjum styrkjum ég held það ég held að það sé miklu frekar og ég lít frekar jákvæða með á þetta er það sem við þurfum að gera fyrir annað afreiks íþróttafólk að það er að koma upp einhverju svona kerfi þannig að eins og skákmenn að þeir geti nokkuð áhyggjulaust sinnt þá skákíþróttinni og það er náttúrulega og ISI þau hafa alveg heyrt mig gagnrýna sig sko mér finnst vanta og núverandi forseti verður aðeins forseti ISI verður að hugsa um það hvernig við ætlum að koma hérna upp almennilegu afreiks íþróttastarfi þannig að við séum að skila fleirum en 2 eða 3 keppendum á Ólympíuleikana Já, sem eru þú veist, þetta er bara já, þú veist við allavega, fyrsta skrif er allavega að koma fleirum á Ólympíuleikana og við verðum að hafa alvöru afreiks íþróttastefnu og það er ekki hægt og með sko talandum stjórnvöld það er ekki hægt að segja að og það var gert undir hjá honum Illugi Gunnarsinni að þá var til dæmis aukið í afreikssjóð alveg verulega og það er reysilega frábært framtak þannig að ISI getur ekki endilega verið að kvarta undir algjöru peningaleysi þar sem hins vegar íþróttamenn hvort sem eru skákmenn eða íþróttamenn eiga ekki að þurfa að gera er að ganga í hús og selja klósettpappír og já, þau verða, ef við ætlum að vera með afreiks íþróttafólk, þá verða það að geta einbeitt sér að íþróttinni, sama hver íþróttinni hvað það er skáklist, handbolti þú veist, frjálsar eða sund eða whatever og mér finnst vanta allan metna núna mér finnst þetta allt með fullri virðingu, mér finnst þetta of mikil meðalmennska þegar kemur að stefnumótum afreiksíþrótta í íþróttum og það er ekki alltaf hægt að kenna bara og benda á ríkisstjórn. Þú veist, ég get gagnrýnt ríkisstjórnina fyrir mjög margt. Já, hún má standa sig betur í því að við þurfum að koma upp hér þjóðarhöll fyrir handbolta, fótbolta og frjálsar og körfu og allt þetta. Við þurfum að bæta aðstöðuna og
passa upp á að þessir íþróttamenn hafi tækifæri til þess að sinna íþróttinu og fjárhagslega en ISI verður að leggja svolítið línuðan en það ekki að gera það. En það samt ekki líka þannig að sem ég veist oft vanta í umræðuna pólitík í Íslandi að það alltaf tala meira pening í staðinn fyrir að horfa þig bara eins og sjálfstæðisflokkurinn oft nefnt líka sem að taka aðeins upp hanskafærunum sko, þetta snýst líka hvernig peningunum eitt sko. Þú getur dælt svolítið pening með heilbrigðiskerfi en það getur samt verið að þessi ennþá grænið 2 ár skilur þú veist. Já, það alveg rétt sko, en það má heldur ekki vera sko, skjól fyrir það að gera ekki neitt sko. Nei, þetta er fín lína á milli, en þú skilur hvernig að fara. Já, ég skil alveg hvort að fara og þú veist, ef við tökum heilbrigðismálin, við þurfum að efla betur og styðja betur við Landspítalann, en við þurfum líka að stokka upp í sjúkratryggingum Íslands og fá þeim mjög skýrara eða skarpara hlutverki því að semja við bæði opinberar og einkareknar stofnanir í heilbrigðisþjónustu. Þegar við talum um þetta 50-50 dæmi. Já, við höfum talað bara mjög stíft fyrir blönduðu kerfi, fyrir svona norrænu kerfi. Ríkisstjórnin að fara frá þessu norrænu kerfi. Hvað er ríkisstjórnin að gera? Ríkisstjórnin bara með sósíalisma anskotans fyrst mér. Þú veist, þetta er náttúrulega, þetta er ekki rétt og þetta er ekki sanngjarnt hjá mér, en mér finnst hún vera markvisst að fara frá norræna kerfinu blandað kerfi. Það að sjá kostin í því að hafa sjálfstætt starfandi aðili heilbrigðisþjónustu til þess að ýta undir framleiðni, ýta undir þjónustu og vera síðan með sterkt opinbert kerfi hvað sem í gegnum sterkan Landspítala. Það þarf að hjálpa Landspítalanum betur. Það þýðir ekki að tala niður og segja, við þurfum bara að fá meira fyrir krónurnar. Við þurfum að kalla eftir auknum gegnsæi hvað kostar, hlutinni kostar. Það sama með afreiksíþróttirnar þarna líka sko, að við þurfum það er búið að setja meira fjármagn upp næstu 500 milljónir sem gjörbreytt landslæginu og þú veist, ekki bara ISI á ekki bara að vera eitthvað þú veist, þau þurfa að leggja fram sýnunum það hvernig við ætlum að vera með afreiksíþróttafólk í fremstu röð og hvar við ætlum að bera niður. Já. En mér langar aðeins að koma inn á að því við fórum aðeins yfir heilbrigðiskerfi ef þú réttir það sko, það sem ég finnst svo sérstakt við heilbrigðiskerfi og kannski, eða svona eitt af það sem ég finnst sérstakt og það er Boði Gambino að sjálfsögðu, já, höllinni og allt það með mótíf húðnar og allir pakkin er það að sko, þú ert að bíða eftir lækni húðlækni í kannski 3-4 mánuði það er staðan í dag og þú getur talað heilbrigðiskerfið en það sem þú getur líka gert er að þú getur talað hvaða útskrifast fáir læknar á ári á Íslandi. Já, það er góð. Er það eitthvað sem við settum okkur við? Þeir eru bara að setja þetta upp. Ég veit það, en hefur ríkisstjórnin ekkert með það að segja hvernig HÍ stýrir þessu? Þetta er náttúrulega HÍ heyrir undir ríkið. Já, ríkisstjórnin hefur alveg, ég ætla nú ekki að vera blaðafullur úr ríkisstjórnarinnar. Nei. En ég held að ríkisstjórnin hafi nú gert það sem hún hafi reynt að gera að ýta undir náttúrulega frelsi háskólans. Háskólinn velur þetta líka held ég. Það er búið að fjölga úr, ég held að það hefur verið þegar ég var yngri þá voru bara 30 eitthvað læknar sem útskrifast, nú eru þó allavega held ég 50 og 60. Eitthvað álíka margir í Slóvakíu og annars. Já, en síðan erum við, og ég held að það sé ekkert slæmt. Við þurfum ekki að mennta alla hérna heima. Ég held að þetta er bara eins og í leiklistinni að það er gott að við erum með sterkan listaháskóla hérna heima sem er að útskrifa frábæra leikara en við erum líka að fá leikara frá Bretlandi og Bandaríkjunum með aðrar áherslur, aðrar sýn en sumi færnina og hæfnina til þess að verða leikarar og ég held að það sé jákvætt og ég held að það sama hér að það er, ef við höfum ekki aðstæðu til þess að taka móti 150 læknum og það er allavega gott að vera með kerfi eins og námslánakerfi til þess að styrkja þá við einstaklinga að fara til Slóvakíu og Ungverjalands og Rúmeníu og Danmörk. Mér finnst það skrítið að fara ekki frekar til Norrlandana allt eins, ekki nema í framhaldsnámi. En þú veist, já og nei, þú veist, ég held að bæði háskólinn og ríkisstjórnin sé að reyna að gera sitt besta. Þau getur örugglega gert betur. En það er þó allavega að vera að tryggja það að fólk geti þá farið til annar landa og lært læknisfræði. Það var ekki hér á árum áður. Nei. Það bara mátti bara ekki, þú veist það var engin tannlæknar ef þau væri útskrifaðir hér heima, það var engin alveg læknar ef þau væri útskrifaðir hérna heima. Því betur fyrir erum við hætt því. Sko. Já, akkurat, ok, mjög gott. Þá erum við bara komin á hraðspurningu. Ég ætla ekki að spyrja neitt núna.
En það púkasvipur á þig. Já, ég tek spurningar fyrir þá. Já. En þetta árinni, það bara ein snögg sem kom frá dyggum aðdáendum sem var að horfa og það hérna, við erum ekki búin að auglýsa hvernig þessi þáttur fór í loftið þannig að þeir sem voru að horfa eru bara búin að fylgjast vel með og voru heppnir og hann spurði að það mætti stela einum þingmanni úr öðrum flokki. Núna? Hvernig þetta að vera? Já, það var spurning. Já. Núna? Já. Uppáhaldsþingmaður ekki Viðreisn? Uppáhaldsþingmaður ekki Viðreisn? Þetta náttúrulega stór hættuleg, þetta djúbríkis. Svo einn sem ég veit að þarna, ég verð að skrifa hana bara. Klukkar kannski alveg margt til að hætta að glúti. Ég held að þetta er það hættulegt, en ég segi bara, ég myndi vilja að hafa, ég hlakka til að fá Daðamá inn. Já, hann í Viðreisn. Já, hann reyndar í Viðreisn, hann, þú veist, já, ég ætla... Daðimár, gott svar. Daðimár er komið fyrir innan úr öðrum flokkum en ég get eiginlega ekki, þetta er pólitískt harakiri fyrir mig. Já, það má alveg sér, þá koma þér hraðspurningunum í búið Hreyfils. Besti leikmaður sem þú spila með, það er að segja samstarfsmaður á Alþingi. Sem ég spila með? Þeir eru svo margir, ég myndi verður að vera í öðrum. Ég ætla bara að taka fram árum höldum áfram. Beauty við hraðspurningar er að þetta þarf ekki að vera rétt svar, þetta er bara að vera fyrst sem kemur upp í hausinn. Þannig að við getum alltaf skilt þér að baka það. Samstarfsmaður bara á Alþingi. Guðrún Ögmundsdóttir. Ok, þú ert sest á Petersen, þú ert með öllum vinkunum. Ég var þar í fyrir dag. Já, akkurát, nákvæmlega. Bara þegar þú kemur upp að hann býðir hvað sem er. Þú mátt panta þér erlendvín, íslenskt vín, alltaf kokteil, hvað sem er. Hvað má bjóða þér? Ég myndi fá mér, hvað tími dags er þetta? Já, þetta er svona 9 sólin er að setjast, virkilega fallegu dagur út á palli. Já, smá andvari, en samt alveg 18 gráður ennþá. Þá held ég myndi bara fá mér mojito. Mojito? Ok. Gekka. Uppáhalds staður í heiminum? Ekki á Íslandi? Já, jú, bara uppáhalds staður. Það er náttúrulega Sveitin. Nei, Ölfusið. Hún er falleg, ég get vott að vera. Uppáhalds staður erlendis? Bara Þýskaland. Þýskaland, gott svar líka. Skemmtilegasta minning í pólitík? Þegar við stelpurnar 2003 í þinginu við fórum á djammið þvert á flokka. Ok, frábært. Finnastu vinniðinn eða vinkunum? Bara 1 fyrir 3. Samstarfskona hún Obba, Þorbjörg Sigríður, hún er sjúklega fyndin. Ok, uppáhalds mál sem þú hefur keyrt í gegn á þingi? Niðurgreiðsla sálfræðiþjónustu. Skemmtilegasta við pólitík? Gott fólk. Enga klísjum alls? Nei, enga klísjum, bara gott fólk í öllum flokkum. Skemmtilegasta við pólitík er að sjá einhver mál koma fram. Já, gott fólk, bara, þú veist, að vera í pólitík. Ok, gekka. Messi eða Ronaldo? Ronaldo. Þessi komið sagði við. Já, gekka. Já, aldrei. Ég bara, þú veist, ég bara. Já, ég vil heyra það, skilur við. Þessi er gríðarlega mikilvæg. Aldrei eftir syngja eða aldrei eftir tefla. Og ekki svara sem við viljum heyra. Aldrei aftur syngja. Hún er ekkert mikið fyrir að syngja, ég er bara svo vitalega alveg. Nei, ok, þetta var okkvæmslega, þetta var bara því að ég held það, ég sé svolítið að gera það. Já, þú veist, það er bara svo lengi sem ég get hlusta á tónlist, byrðir ekki að taka það að mér. Nei, ok, frábært, við tökum því í algjörlega. Uppáhaldslag? Uppáhaldslag, og þetta... Fólk fer alltaf á að hugsa þess að, þú veist bara fyrst og þetta fyrir. Nei, bara, uppáhaldslag, Rómeó og Júlía. Já. Ekki. Uppáhaldsljómsveit? Erlenda sagði ég alltaf YouTube og mér finnst hún dásamleg. Mér finnst samt góða minninga með Stranglers, en hérna heima hljómsveit er bara Bubbi, bara sem slíkur. Það var næsta spurning listamæður, þú svaraði í, en þá kom að listamanni. Uppáhalds listamæður. Já, Bubbi. Já, sem sagt, ef við tökum tónlistunum til Svea. Í dag? Já, bara sem fyrsti sem kemur upp í hugun. Já, ég myndi segja Ragnar Kjartason. Já. Myndlistamæður eða Ebba Katrín Finnsdóttir, leikona. Ok, skemmtilegt. Og að lokum skemmtilegasta minning utan pólitíkur? Skemmtilegt. Þetta er seinna spurningin.
Þú mútt taka eins mikið tími þegar þú vilt. Nei, þú veist, ég bara... Það er líka... Ég bara knúsast og bara hangsa og bara gera allt en ekki neitt í sveitinni með krökkunum og vera bara saman með krakkana og fá að vera í götóttum sokkum og bara út í náttúrunni og hvort sem að við erum að tína ber eða þú veist, slá eða heia eða bara gera eitthvað, þú veist, vera í sveitinni með krökkunum og vera ekki að spá í neitt. Nei. Bara vera að fá að vera aðeins bara í algleyminu. Og núna erum við komið heitan pott eftir öll þessi trilljón ár og það er æðislegt að vera þar með börnum. En við erum fyrir ríkisstjórn, fáum við boðið í pottapartí eða? Aldrei að vita. Aldrei að vita. Aldrei að vita, það er eini lapsi sinna þið hvað er talið illa Liverpool. Það er bara svona, það situr aðeins í mér. Og FA ennþá. Já, þú veist, það er náttúrulega stór breyta. En er einhver sérstök, ein loka spurning frá mér. Ég er náttúrulega alltof djúpur inn í þessu. Einhver sérstök ráðuneyti sem Viðreisn horfir í eða er einhver ráðuneyti sem við viljum losna við eða breyta, skilur við? Já, það þarf að breyta. Það er alltaf skemmtilegur punktur, sko. Það er hægt að breyta ýmsu en málefnasamningurinn skiptir öllu. Og það er ekkert hægt að tala einhver ráðuneyti fyrir að sér málefnasamningi. Nei. Þú veist, ef við erum að fá til dæmis risamál frá okkur, þá þarftu að vera með ráðuneyti til þess að fylgja því eftir. Þú fyrir ekki að treysta einhverjum, ég ætla ekki að segja, þú veist, einhverjum öðru ráðuneyti. Þú veist, það er bara öðrum flokkum til þess að gera það. Þannig að málefnasamningurinn skiptir öll. Já. Frábært, þá Og lokaorð. Já, en þá, það er alltaf lokaspurningin. Hvað er það mikilvægast í lífinu? Við reynum fólkið sitt og njóta. Já, algjörlega, virkilega. Knúsast. Herru, 100%. Takk hérlega fyrir 100% skor, rétt. 100% skor. Þvílíkur leikmaður. Þvílíkur leikmaður. Takk hérlega fyrir spjallið. Sömuleiðis. Elsku leifin minn. Þetta var frábært. Þú er nú meiri strákanir. Herru, takk fyrir okkur. Við þakkum Payday, Dominos, AHA, Motiv, Hreyfli, Kemi, Domus Nova. Öllum ykkur sem að horfa og að sjálfsögðu Þorgeiri Katrínu Gunnarsdóttur fyrir frábært kvöld. Takk fyrir okkur.